Jú, komið sæl og verið hjartanlega velkomin í þátt númer 182. Ég að fara með réttmáli þetta skipti? Nei, 181. Ó, þá ertu viss. Sver. Já, ok. Allavega að færast nær. Við erum með hörku þátt í kvöld. Já. En áður en ég kem að þættinum, þá er það strúttumenn. Og þeir eru sko... Er ekki að fýblast? Nei, þetta eru utanhúsklæðningarnar í þetta skiptið, álklæðningarnar, þakklæðningarnar, veggklæðningarnar. Þið heldur að vera hættir? Nei, það var bara timbuklæðningarnar og fiber cement klæðningarnar og ef þið hefði frekar spurningar þá getið annarkvort heyrt í mér að því ég er náttúrulega mikill áhuga maður en svo eru strúttur alltaf klárir spjalli. Þannig að það er bara strúttur.is og það stendur stórum stöfum hafið samband. Já. Taka bara kaffibolla með þessum meisturum. Já, algjörlega. Besta fyrirtæki á landinu, segi ég. Já, ég er eiginlega komið þangað líka. Strútturlægi náttúrulega upp á 10. En gestur kvöldsins er Karolína Lea Vilhjálmsdóttir. Já. Atvinnumaður í knattspyrnu og einn besti leikmaður landsliðsins, ef ekki sá besti. Karolína er leikmaður Bayern München í Þýskalandi en spila fyrir Bayer Leverkusen á láni. Það voru einnig Semidux Flensborgarskólans á sínum tíma. Ekki gleyma því. Nei, ég held að það er ekki nefna það. Nei. Ó, Guð. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir, mikill heiður. Þú svona kannski, það fyrsta sem hún segði þegar hún kom inn er að ég er líka Semidux, sagði hún. Já, þetta er alltaf fyrsta sem ég segi. Það er kannski rétt að nefna strax að þegar ég var að undirbúa þáttinn í gærmorgun með kaffibolla minn, þá settist lítill fugl á gluggasilluna. Það er alveg hæg heimatökin í þessum þætti, ekki? Já, það var unin heimaðina fyrir þennan þá. Það er alveg þannig. Hann er með inside info. Einmitt, sko, mér heyrist það. Frábært. Ef við byrjum bara því, Karolína. Hvernig liggur á þér? Heyrðu, ég er hress, nýkomin af Blikaleik. Já. Það var, uppbóðsleikmaðurinn minn kom ekki inn á. Býtu nú við. Býtu, hver er það? Það Brynjar Atli. Já, þá er alltaf bara markmaður þurft að meðast, eða ekki? Já, mér er galið að hann hafi ekki komið inn á. Já, ég er reyndar alveg saman. Það þurft að gera einhverja breytingar. Ég vilja fá hann inn á hjáleik. Það vantaði breytingu, galið að setja hann ekki inn á. Já, ég sammála því. Birkir, þú bauðst mér Glerið. Í stúkuna, maður er nú ekki vanið því. Besta aðstaða á Íslandi og þó við að vera leitað er í Breiðablik. Þannig að allir að næla sér í VIP miða hjá Blikum. Þetta er náttúrulega bara, þarna er allir topparnir, bara besta aðstæðan í bænum. Það má alveg hrósa ykkur fyrir þetta var voða fín. Þetta er eitthvað annað en í Vesturbænum, við getum alltaf að tala það. Karolína, þú ert í sumarfríi núna og þegar maður var yngri og var svona að velta fyrir sér starfsgrein. Mér langaði svolítið að vera lögga, eða slökkviliðsmaður. Svo var maður aðeins eldri og fór að horfa svolítið í sumarfrí og þá var það kennari eða atvinnumaður. Ertu búin að fá gott sumarfrí? Eða er landsliðið að skemma þetta? Ég fekk eina viku eftir season, fer svo í landslið og svo fekk ég núna 3 vikur. Ok. Þannig, já, maður fekk alveg nóg. Ég fer út aftur á miðvikudaginn. Já, þá hefist æfingar. Þá hefjast æfingar, það er 1 vika úti og svo aftur landslið. Þannig að sumir segja að það sé tilgangslaust en ekki ég. Nei, maður tók gott sumarfrí, fór til Grikklands og Spánar og svo núna 5 á Íslandi. Já, nice. Já. Já, þetta er fínt líf, held ég. Já, ég held sér bara hugulegt. Ég sá að komin í spækbólið. Ertu segið þar? Ég er ógeðslega góð. Sama, kannski segjum að systir mín er að vinna með þér. Já, fínt að bara nefna það strax. Já, fínt að nefna það strax. Og það var spilað mikið spækból úti og ég var langbest. Áður en við höldum áfram, Birkir, ég verði eiginlega komin að því ég kom inn daginn. Þú ert búin að vera svo fínn í tauinu. Já, ég er nú bara basic núna. Já, en samt ég var að tekja eftir. Jú. Þannig ég leitaði ráð hjá mínum mönnum í Sútup. Já, þú fórst í gær. Jú, ég fór í gær og ég sagði Egill, þú verður að gera eitthvað fyrir mig núna. Ég fann að líta skelvel út. Já, hann hendur mig bara í hvíta kapalinn og gráa buxur. Ég hvet alla til að kíkja þangað. Já. Manni líður líka eins og, þú veist, við erum bara svona meðaljónar. En þegar maður lappar hann inn og þjónustar sem maður fær hann þá líður manni sem að sé milljarðar. Já, ég lappaði hann inn á lögadagsmótni lítill í mér, lappaði út og fannst mér vera að vera $1.000.000 sko. En Sútup fær okkur EM. Karolína, ertu búin að vera fylgjast vel með EM eða?
Já, maður horfir svona á kannski stóru leikina Já, en ég er ekki nóg duglega að horfa á fótbolta. ok. Það er svona, ég veit ekki hvað er einhvern veginn þegar maður er alltaf í fótbolta þá nennir maður ekki að horfa á hann. Nei, skilu. En mér finnst Þýskaland líta vel út, Já. Spánn, en ég held samt með Albaníu. Ok, já. Býtu, eitthvað taug þar eða? Kæró frá Albaníu. Já, ok, hluta að vera. Já, þetta var náttúrulega random lið. Veistu það? En já, þjóður að Spánverjar, en ég verð nú að segja Albanir. Nei, þeir vinna Spán á morgun og komst þar. Já, líklegt dagsins. Komið hingað. Já, ok. Ég hef gaman að því, ég hef mjög gaman að því. Já, sjáum til. Hvaða lið munum leika til úrslita? Svona að þú tekur Albanir í burtu. Ég var alveg til í uppsett það. Hvaða lið geta mætast? Mæst? Já, en þetta er góð punktur, sko. Við erum ekkert mikið búin að pæla í bracket, sko. Þetta er ekki mjög fagmælegt hérna, sko. Nei, en þú trefin að þjóðurum og Spánverjum? Geta þeir mæst? Nei. Já, bátitt. Nei, ég veit það ekki, en það eru tvö bestu liðinu, samkvæmt Karolínu. Mér finnst þau best, sko. Já, geta alveg tekið undir að einhverju leiti. Portugal, góður í gerð. Já, reyndar. Ronaldo. Ég held að hann væri búinn, sko, djöfull á hann endalaust á tankum. Hann er rétt að byrja. Hann verður mættur á HM. Já. Sko, ég ætlaði að spyrja þig hvaða lið mun koma mest á óvart og kannski taka góðan og slæman hátt, en ég gæti ekki nefnt einn leikmann í Albaníu, en ég þurfti að segja þetta. Kannski Kæró á pöllunum? Mér finnst Króati ekki búin að vera góðir. Nei. Mér finnst það kannski svona þeir eru á neikvæðan hátt. Hver eru búin að vera? Ég veit það ekki. Nei. Jón Daði sagði Ítalía á góðan hátt. Já, Evrópumeistararnir. Núverandi Evrópumeistar. Já, hann sagði Evrópumeistar myndi koma á. Hann sá aðeins eftir því. Reynda var Spánn Ítalía ógeðslega gaman að horfa á. Já, Spánverjar voru geðvikir þeim leik. Það voru ógeðslega. Það voru ekki nógu góðar þar. Hann er þetta, já. En svona eina sem er mjög leiðilegt er að núna eru þessi leikir búnir sem eru alltaf klukkan 1 og 4. Nú er þetta bara allt klukkan 7. Já, það er leiðilegt. Ég fannst það helviti fínt í, vonandi að yfirmaður sem ekki að hlusta, en það er alveg fínt að hafa þetta á skjánum að þið vinna klukkan 1, sko. Já, sammála því, sko. Markaðasti leikmaður? Musiala. Já, laglegt. hann er bara hverju bánuleikirum. Flottustu búningar? Það er allavega ekki þessi bleiki á Þýskalandi. Þú fótt ekki hérna á það? Nei, mér er það svo einhver markmannsbúningar. Mér finnst Spánn alltaf nettir. Já. Mér finnst þeir samt búin að vera eins bara í svona 30 ár. Já. En þeir eru cool. Já, ég ætla að segja franski búningurinn. Sem ég veit að Egil í Sútöp sagði það líka. Ég var ekkert að pæla í hún, svo sagði Egil í Sútöp að hann væri flottur og þá fannst mér hann flottur. Hann veit alveg hvað er syngur, sko. Rísa stór hanni, sko. En ég veist það bara að lúka, sko. Já, klassískur og bara lælur. Besti ungi leikmaðurinn á mótinu? Jamal Lamine Yamal. Já, hann er geðveikur. Erfitt nafn. Mjög, já. Ég held að það er í Musiala, er hann ekki líka Jamal? Hann er hann svo gamall. Hann er verið að tvítur eða eitthvað. Vá, hvað hann er góður. Já, þvæla. Lamine Yamal? Já. Geðveikur. Svo sér maður einhverja myndir á honum vera eitthvað, gera einhverja heima innan á milli. Svolítið ungur. Loka spurningin, leikmaður mótsins? Og svo þurfum við eiginlega að fá vinnir. Já. Hver er takið þetta? Leikmaður mótsins. Hvað veist ykkur? Sko, hún er að tala Þýskalandi eða Spán, að ef þeir vinna þetta, þannig að þetta hlýtur að vera einn af þeim annarkvort þeirra liða. Er lægi að sleppa riðlakeppni fyrir Kili og mæta sig bara að vera kóngurinn? Ég held það. Já, mér finnst það að vera djörf að setja það ekki í topp 2, sko. Já. Ég nenni ekki að þeirri vinni, sko. Nei. Þá ætla ég að segja Musiala. Musi. Ég ætla bara að segja Ronaldo, sko. Þú ætla ég alveg að gera það, ok, flott. Frumlegur. Já, mér finnst þetta reyndar að vera frumlegt, sko. Nei, ég veit það ekki. Mér finnst allir í þessum tveim liðum búin að vera mjög góð. Ég reynda sá ekki leikinn hjá Þýskalandi í dag.
veit ekki hvernig hann fór í jafnteflið ekki gerði bara nóg, ég held að 22 held ég eitthvað hann skoraði hana sendirinn úr Dortmund Fullkrug, kongurinn já, þetta gerði bara nóg já, þetta verður spennandi já, þú ert ekkit fótbolta óð ég ætlaði bara að segja, við verðum alveg í brekkum í EM-stofunni sko. Karolína, hver að vinna þetta mót? Hvað veist þér? Hann góður hann að gæðin í það svo margir góður hann að spila nei, það var líka gaman að Toni Kroos fengi það væri gaman að hann myndi enda þetta hann ógeðslega góður það myndi enda þetta, hann myndi vinna Champions League, spænsku deildina og það væri rosalegt sko segjum hann já, gott svo það veit ekki allir hver hann er sko. nei. og Þýskaland fer alla leið já, vonandi já, læglegt ef Albaníu fer ekki já, við skulum ekki svoða þeim nei, aldrei að við þú elst upp í Hafnarfirðinum góða og spilar upp yngri flokkana í FH áður en að lengri haldið ertu gablari? já, ég er mikill Hafnarfirðingur er hver sem er bara gablari eða er ekki eitthvað stífa reglur með það eða? ég veit það ekki nei. ég er bara fædd í Hafnarfirði þannig að ég er Hafnarfirðingur þá ertu gablari en þetta er samt ekki meiri eins og frendiðin skilur þið er ekki meiri gablar en það en svo sjáu þið ljósið hvaða frendi? já, marga frendir já, ég er að tala um Gylfi Þór Sigurðsson þið eru svaka gablarar elski Hafnarfjörð og eitthvað en svo ætlaðu að bæta ykkur í fótbolta og farið ykkur Kópavogsinn þið gerðu það bæði sko. já, málið er að pabbi minn er úr Kópavogi það glemist ég er báðum megin en út af ég fæðist Hafnarfirði þá er ég mikill Hafnarfirðingur okay. og ég hef alltaf búið þar okay, við gætum komið að þessu á eftir en sko þið hljótað að hafa með ágætt liðan í yngri flokknum þið voru með að minnstu 2 landsliðskonur sem að spila í dag hann og Diljá stóra hvað efið eins og ég kalla hann alltaf Rannveig Bjarna en hún er aðeins eldri alveg potential þar vantaði hausinn vantaði baki já, en voru ekki góðar eða? Jú, við unnum nánast allt sko unnum öll þessi mótana Vestmannaeyjar, Siglufjörður Símamótið og allt það og vorum, já, þess að segja heldur góður en maður hefði viljað sjá fleiri leikmenn ná lengra það var mikið potential í þessu liði en já, þess að segja gaman að sjá eins og Diljá, það var bara einhvern veginn poppað upp í allandslið og nú bara starta, það er mjög skemmtilegt það var óvænt það er enda mjög óvænt ætlaði að hætta og svo bara komin í alvöru mennsku þið bara með Valgeir í kærstunum sínum manna út og bara hefur brillir að sína það síðan þannig það er aldrei á seint nei, við þurfum að fá þau saman einhvern tímann Birgir já, ætlum að breytast í betri helmingi sjáum til og þú byrjar að spila í meistaraflokki FH ef ég er ekki með rátt nál 15-16 ég held ég að vera 14 ára varst að meina ár já, 2015-16 þá 14 ég hef ekki hugmynd já, akkurat kornung, sko hvernig er að vera svona ung að kljást við fullorðna konur? Ég var frekar svona grönn og lítill þannig að ég var farið mikið á kantinn er miðjumaður upplæði en já, ég var svolítið hent út á kantinn og þar var maður með mun meira space þannig já, auðvitað var það var reynda bara gaman sko, þú ert svo óhrædd og einhvern veginn ferði allt bara sko, ég stundum velti þessu fyrir mér sko, sérstaklega algengt í kvennaboltanum að þess að bestu byrja að spila fullorðsbolta var ungar, við sjáum alltaf Lamine Yamal núna 16 ára á EM það er ekkert venjulegt en við erum að tala um hana 14 ára bara á móti kannski 30 jálkum sko. það er ekki træta við axlaði sko. Veist, er það ekki bara næstu í hættulegt eða er það bara gott fyrir unga stelpur? Nei, ég segi það nú ekki eins og ég fekk bara trustið eins og ég segi ég var sett hana út á kantinn fekk að leika mig þar það var, í minningunni var þetta ekkert eitthvað svaka fiskal en maður var tekin út á svona 50. mínútu þá var maður bara sprungin en þetta var gríðarlega gaman og bara sjátt þetta Orra Þórðar að gefa mig trausti var 14 ára sko. Birgir, eins og þú nefndir rétt til áðan 2017 fær hún sig svo yfir í Blikana
Það ekki betri jafna fyrir mig það. Það var allt brjálað. Það málið? Voru einhverju pyrraðir eða? Fólk var ekki sátt. Kannski við tökum það bara aðeins, þarna fínt að leiður að leiða okkur í 2017, þarna á hverju hvað hausinn þegar ákveðu bara, heyrðu, ég þarna í einhverju stoppi í framþróun sem leikmaður og ég þarf að færa mig yfir í eitthvað betra umhverfi, þú veist, hvernig hugsaðu þetta? Þú veist, ég var bara að byrja að starta alla leiki í Pepsi þarna, 15 ára eða eitthvað og ætlaði mér mun lengra og fekk áhuga hana frá Breiðablik og sem var náttúrulega bara, já, besta lið ásamt hvað Val og Þór Káa á þessum tíma og ákvað bara að kýla á þetta, mikil samkeppni þar, minni samkeppni í FH og já, fekk bara að fara. Já, varstu kannski komin í kannski smá comfort zone í FH eða? Já, maður á kannski ekki að vera besti leikmaður með besti leikmaðurinn þegar maður er 15 ára, þannig að ég held að þetta hafi verið rétt skrif. Já, ég held að það sé hárrétt með tjóni. En þú veist ekkert stressuð að mæti samkeppnina í Blix svona ung? Nei, en Steini hendi mér samt alveg á bekkinn sko. Já, fyrsta síðan meistarar. Já, ég var mikið á bekknum fyrst, mikið mótlæti en það styrti maður bara. Já. Sko, já, einmitt, verið strax meistarar, spila samt helling þó hann hafi nú Situr hann í mig. Já, mann ennþá eftir þegar að henda tréverki sko. Hvað var nú gömul hann fyrir? 2017-16. Já, mikið mótlæti að vera bennum. Rosa mótlæti. Já. Svo taka náttúrulega við sko 2 rosalega ár. Ég man, þetta er sko svona kalla og kvenna megin þetta mér eiginlega minnistæðustu áruna því að þú ert með hana Breiðablik og Val í algjörum sérflokki. Já. Þetta var smá eins og sjálfmótinu, bara landslið og pressulið þarna sko. Emmett. Og við erum að tala um samkeppni, náttúrulega þú, Alexandra, Áslaug Munda, Agla María, Andrea Rán, Berglind Björg, fullt af frábærum leikmönnum og svo ertu bara með bókstaflega landsliðið, hann að Valsmegin, Dóra María, Mist, Elisa Viðars, Margrét Lara Viðars, Hallberg Gísla, Eli Metta. Og sko þetta var rosalegt. Já, ef við förum yfir sko 2018-19 þá erum við Valur 50 stig, Breiðablik 48 stig. Það var ekkert mikið verið að slippa þarna. Og hvaða tablus er það ekki líka? Bæðilið tablus, það var eitt jafntefli sem að skilda milli og svo Selfoss með 34 stig. Já, ég veit. Þú veist, hvernig er að spila svona deild? Basically, mér langar að spyrja bara með fulli virðingu fyrir öllum öðru liðum í þessari deild en þú veist, hún er vonandi aðeins að jafnast núna deildin en er ekki bara 2 leikir á tímabilið? Þú veist, er þetta ekki bara hitt æfingarleikir eða? Það var rosa lítil mótspinna sko. Já. Í minningunni maður var eitthvað bara að bíða eftir þessum eina leik alltaf og svo fór hann jafntefli þannig, nei en þetta var rosa góð tímar og einhvern veginn maður vann alla leiki eitthvað 5-0 og já, þetta var rosalega sérstakir tímar en deildin í dag er mun jafnari. Já, þegar maður að spila í svona deild, það sem að 2 leikir eiginlega bara ákveða það hvernig deildin fer, þegar maður bara horfið hérna leikina bara í einhverja statsleiki, bara setja sem flesta til að komast í gott lið í atvinnum, sko? Nei, við vorum hann með Steina sem þjálfara og maður einhvern veginn fór bara í alla leiki sem einhverja úrslita leiki, sko. Maður einhvern veginn hugsaði ekkert öðru í sig út í leikina. Þetta var ógeðslega skemmtilegt að bara sjúklega gaman að vera í Breiðablik, fór bara í alla leiki og já, eins og ég segi, var mun sterkari aðlinn en maður einhvern veginn var ekkert að pæli að taka einhverju stats eða neitt þannig. Nei, okay. Manstu hver 3. jafnteflisleikurinn var þetta tímabilið eða? Það var Selfoss. Selfoss? Já. Ég man það ennþá. Heima eða? Ég er ekki með það nefnilega sko. Ég held að sé heima það var grátið svolítið eftir þetta. Já, ég trúi. Maður vissi bara tillum að vera farin. Já. Þetta er náttúrulega ótrúlegt. Og svo 2019-20 höfðu harma hefna og jú þá var það sko Breiðablik 42 Íslandsmeistarar, Valur 40 og Birkir, ég ætla að leyfa þér að giska, Karolína. Hvað var Fylkir með í 3. sætinu? Var Fylkir í 3. sætinu? Já. Þú ert ekkert að pæla í hver var í 3. sæti sko. Það var svona 300 stigum eftir sko. 28.
sko, ég er að horfa í ok, tafla mér eitthvað smá skýt Þú spurðir og svo bara Já, svo ég er ekki með svar Ég er með Selfoss í 4. sæti með 20 og Fylki í 3. sæti með 21 þannig að það er eitthvað skrítið hérna Veitu hvað ár er þetta? 2019-20 Er þetta nokkuð COVID? Nei, þetta er fyrir það sko en, fyrir verið góð, en þarna erum við einmitt með úrslitaleik í 5. seinustu umferðinni á móti Val og vinnum hann Já, þið vinnið hann sko og þá er þið basically hugsaður það bara, herrið þið komið Ég er með svo lélt binni, ég man eiginlega ekkert þetta Já, þá hugsaði ég það Þú manst meira eftir jafnteflisleiknum en Já, ég man eiginlega bara eftir sem Selfossleikana Það var 1-0 Sko áður að því að nú eru kaflaskipti nú erum við að færa okkur yfir til Germany eitt sem er langar að taka áður en við kveðum Ísland sko að því að við erum með Elínu Mettu þarna og Óskar Örn og mér finnst þau svipið sko búin að vera alltaf góð fyrir íslensku deildina en samt spilaðar meira og minna alla sinn feril Elín Metta kannski betra dæmi hvar heldur að Elín Metta hefði getað verið að spila ef hún hefði viljað hreinlega bara í mjög góðri deild ég hugsa samt að hún hafa alveg viljað þetta bara var nú fullu í þessu læknisfræði og hérna hún er frábær leikmaður hefur einhvern veginn ekkert fyrir þessu samt það er eins og hún sé bara born to be a footballer en já eins og ég segi frábær leikmaður og einhvern veginn kannski svolítið sárt að hugsa að hún hafi getað komið mjög langt en er hún ekki ennþá að spila það? Jú. En ég segi aldrei á seint sko. Nei. En svo líka munurinn á henni og Óskari með fullir vinningu fyrir þínum ástkæra káring þá er hún að klára læknin er ónin læknir þetta Óskar Örn er með fullir vinningu hún var í læknisfræði sko. Hún hefur alveg gott sko. Já, hún er í toppmálum og staði sig vel hún þurfti að velja á milli að vera besti strækir í heimi eða vera læknir hún þurfti að vera bæði Já, bæði takk, bæði betra Karolína semur síðan við Bayern München í Þýskalandi sko, er það eðlilegt að fara úr Breiðabliki til Bayern München? Við myndum ekki sjá þetta kalla megin Þú veist eðlilegt og ekki eðlilegt, ég veit það ekki þau skátuðu mig í gegnum landslið þannig vissu mjögulega ekki hvar ég var að spila eða eitthvað horfðu á okkur og nokkru leiki með landsliðin og ákveða að taka sénsinn með þetta var svona, 50-50 náttúrulega með unga leikmenn og svoleiðis og þau sæna mikið á ungum leikmennum þannig að ég var ein af þeim Sko, voru engin lofur í byrjun bara þú ert ein af mörgum ungum hérna þú ert bara að sanna því eða hvernig var dialógurinn þá? Já, var seltir eitthvað projekt Já, ég fór okkur að fundi með hérna sportdirektorunum og þjálfarunum bara þú veist, náttúrulega bara ég var aldrei að fara að segja eitthvað nei, ég ætla ekki að koma ég hefði bara gott í Breiðablik og ég vissi náttúrulega að þetta væri að fara að vera ógeðslega erfitt en já, kýldi bara á þetta og fer þarna út í janúar 21 það er COVID á þessum tíma sem gerir þetta ennþá erfiðara en hérna já, bara náttúrulega algjör stórveldi og aðlæðis frábæra reynslu. Já, algjörlega og ert ennþá að gera. Varstu eitthvað búin að fara okkar reynslur og einhver önnur lið sem hafa komið til greina eða var þetta bara þegar þú heyrir að bæinn þá var allt annað bara beil? Já, ég er með Gylfa Sigurðsson umboðsmann ekki frænda. Ekki the real Gylfi Sigurðsson, nei. Jú, hann er the real Gylfi Sigurðsson, hinn er bara eitthvað. Og hann heyrði í mér ég var í lokaprófum í háskólanum og hann hringir í mig bara Bayern München vill fá þig og ég bara What the fuck do I say? Já, bara where can I sign? Þannig ég pældi ekki neina öðru, ég var með einhver tilboð en auðvitað fær maður bara í Bayern þegar þeir hafa ákvað það sko. Já, varstu búin að fara okkar reynslur eitthvað staðar annar staðar eða eitthvað? Ekki neins þar. Nei, þá er bara fínt að byrja í Bayern. Það er svona bara, ef maður ætlar að vera atvinnum þá fer ég bara í Bayern. Það er svo geggja símtal. Í djúbulegina, sko. Byggi, þú veist ekki símtal í línlegri algebru 2 Bayern hérna? Bayern, nei. Já. Ég hefði nú að klára línu algebrunum fyrst. Þegar þú mætir Bayern, þá eru 2 Íslendingar fyrir.
Ekki satt, Cecilia og Glódís. Nei, ég var fyrst. Þú varst fyrst, þú tekur á móti þeim. Já. Hvenær mæta þær? Hún byrjaði bylgina, sko. Hvenær mæta þær? Gló kemur hálf ári setna. Já. Ég vetrasæn, sko. Já. Ég kem í janúar. Og Sessa kemur svo, held ég ári setna en ég. Líka vetur en hana, já, hvort að hún komi fyrst á láni eða eitthvað. En hún kemur held ég ári setna. München náttúrulega geggjuð borg að mínu mati. Hvernig leiðir hana? Hvernig var að flytja ánga út í hins stóra heim? Þetta var ógeðslega erfitt í byrjun. 19 ára, hana fyrsta sinn ekki með foreldrana í COVID. Já. Maður gæti ekki farið í supermarket, sko. Nei. Já, mjög erfitt. Ég kem líka meitt út, var með rifin lithó. Þannig að ég fer beint í rehab og rehab í Þýskalandi ekkert djók. Það var bara æft 10 sinnum í viku. Og já, þannig að ég fekk bara, já, þokkalega erfiða reynslu. Já, bara welcome. Og já, svo kláraði ég rehab og byrjaði þá með liðinu og sá bara svolítið að ég var nú smá eftir á. En svo tók þetta bara tíma og kom svona smátt og smátt inn í þetta. Sko, við mátt spurt atvinnumenn sem við fengið hingað sem að fara úr bestöldinni í atvinnumenn, sko, og það kannski gauðra sem að fara til liða á Norrlandina en hún mættan til Bayern. Fattari þáks að fyrsta aðeingunni bara herru, ég er ekki að fara að spila enda mútið Fylki, ég mætti inn í Bayern München, þú veist, fannstu bara gæðamunum bara strax? Já, þú veist, þetta voru allir bara starting leikmenn hjá Þýskalandi, þú veist, Svíþjóð, Austurríki, þú veist, og ég 19 ára frá Íslandi, komin úr Breiðablik, þannig að þetta var greiðlega stökk en maður venst þessu og úst, maður bara einhvern veginn stoltur að vera þarna, sko. Já, eðlilega. Sko, hvar er Bundesligan? Er það besta deild í heiminum? Við erum með Lyon sem sterkt, en kannski jafnasta deildin eða hvað? Já, úst, ég get alveg trúið að þetta sé svona kannski jafnasta deildin. Sérstaklega núna. Það voru alveg lið að taka stig af, þú veist, Bayern og Wolfsburg og þessum liðum. Frakklandi er náttúrulega eiginlega bara 2 lið sem eru best og ég veit ekki alveg hvernig þetta er í Englandi. Þannig að ég myndi segja að Bundesliga sé kannski svona jöfnust, sko. Já. Bayern og Wolfsburg náttúrulega einanga skjöldin síðustu ár. Eins langt aftur ég leit, það voru einhver 6 ár. Já. Aðeins aftur að koma þér fyrir. Hversu gott var það fyrir það að hafa síðan setna Gló og Cecilia? Það var munaði það? Já, það munaði það. Gló var bara eins og ykkur mamma okkar hana, þótt hún sé ennþá kottung. Nei, það munaði öllu. Það hafa bara svona íslenska fjölskyldu og maður kannski saknaði smá núna í legukursuna að vera ekki með frá Íslandi en það var greiðlega þægilegt að geta alltaf eins og segja, tala íslensku og fara í mat til þeirra á kvöldin og svo. Já. 3 tímabil með Bayern München spilar svona misjaflega mikið. 2 leiki. Segðu þetta bara eins og þetta er. Það er ekki að skafa þessu. Spila misjaflega mikið. Ég veit ekki, sko, kannski formáli fyrir þessa spurningu, ertu keppniskona? Ég er mjög mikil keppniskona. Pappi mun örugglega gera grína með það. Ég hélt bara að ég var bara að spila alla mínútur í Bayern strax. Já, eðlilega. Sem var ekki raunin og en þú veist, styrti mann bara. Já, fannst þér og auðvitað náttúrulega örugglega með bilandi trúa sjálfur og eðlilega bara standaði frábælega, en fannst þér sást eitthvað í liðinu sem fannst þú bara þú vera betur en og þú ætti frekar að spila heldur en sá aðili? Þú veist, nei, ég raun ekki, ég sá bara hvað allir voru ótrúlega góðir en þú veist, maður þarf að vera bara smá egásti þegar maður er að núti og ég var alltaf brjálega að spila ekki. Algjörlega. Ég held að það er líka samt sko pínu rauði þráðurinn hjá atvinnumönnum sko. Það er þessi óbillandi sjálfstrú sko. Sem að ég held að sé mjög góð. Fer síðan á lán til Bayer Leverkusen og gjörsamlega pakka Bundesligunni saman. Takk fyrir. 25 leikir, 5 mörk og $7. Já. Og kem með kallatitilin heim sko. Já, wow. Herru, ég hef fun fact,
kallaliði vinnur alltaf í liðinu sem ég búin að vera í Þýskalandi. Þú slöktir á Harry Kane. Þú slöktir á Harry Kane. Það var ég. Pakkaði markametrinu saman, sko. Það öllum saman um markamett, Ég bara skjöldin, sko. Nei, já. Fer hann að yfir í, það var alveg komið tími til að fá að spila. Var sameiginlega ákvörðun hjá mér og hérna þjálfarunum og sportaréttarunum hjá bæinn að taka eitt ára láni. Kannski ég fá að skjóta inn í þannig, sorry. Varst það, ég ætlaði að spyrja því, varst það þú eða var það þjálfarinn sem púsi, varst það þú sem sagði bara, heyrðu, ég nenni ekki að sitja, ég kom með rassa að fara á bekknum, ég verð að fara að spila eitthvað hérna. Hvernig það var hérna mjög fyndið, við vorum byrjaðir að ranka sko bekkina. Alltaf á öllum útvöllum bara, herðu, bara vestur og með á SM. Þetta var alveg komið þangað. Ég semst kalla bara fund og spyr hvort ég megi fara á lán og þau segja bara já, húst, ég veit að þau hafa mikla trú á mér og þau vilja náttúrulega, þau benefetta líka á að ég fá að spila. Þannig að já, það var bara tekin ákvörðun að ég myndi fara á lán og ég tók alveg góðan tíma í að velja lið, sko. Já, hvaða lið varst að horfa í hana? Og af hverju valdur lifir? Ég var mér langaði mjög mikið til Englands en var búin að vera meitt, þannig ég var ekki með nóg punktum. Það eitthvað út af þannig Brexit-dæminu. Já. Það vildapunktar eða hvað er það? Já, svona vildapunktar. Nei, hvað er það? Þú sér start að vera með eitthvað marga leiki í topp 5 deildunum og eða landsleiki og ég var búin að vera meitt þannig ég spilaði ekki með landsliðinu þannig og já, þess vegna var ég ekki með nógu punktum fyrir hérna England en við náðum að semja við, ég ætla ekki að nefna lið en við fengum sérst undan þá að fara til hérna já, Englands. Hvaða lið var það? Það var semst Vestam. Ég get alveg sagt. Það svoleiðis? Já, og þeir voru ekki með þjálfara semst á þessum tíma. Og ég átti samtal við Leverkusen og þeir hilluðu mig bara mjög mikið og voru með, já, bara mjög góðan struktúr og þjálfarinn lúkkaði vel þannig að ég ákvað bara að fara þangað. Já. Og hvað smellur síðan hjá Leverkusen? Ég fekk að spila. Það var bara... og það dreifist út í kallaliðið og allt. Já. Þetta eru skilabóð til, þetta er pillar til bæinn líka. Já. Nei, maður var orðin vel hungraður að spila og sína sig í Bundesligunni og já, fekk trausti bara strax. Hvernig kanntu við þarna, utan allar sem innan? Leverkusen er ekki upp á marga fiska en Köln er 20 mínútur frá og Düsseldorf er svona 30 mínútur frá þannig að það eru 2 stórborgir nálægt kann mjög vel við mig og ég er vel respektuð þarna þannig að ég er bara ánægð. Já, hvað er þetta? Er þetta bara lítil borg eða? Ég held að þetta sé ekki borg sko. Ekki einu sinni? Fyndið þegar klúbburinn er svo stór? Já, það er annað fyrirtæki það er þetta fyrirtæki þannig að Bayer sem ég held að Bayern sé bara í kringum þetta fyrirtæki sko. Þannig að ég myndi ekkert mæla með þessu í ykkur ferð sko en Köln er hann rétt hjá sem er frábær borg en maður saknar kannski München svolítið að hérna enda frábær borg. Já. Það er kannski komið að ræða fílinn í herberginu. Hvernig væri það nú? Velinu með nýjum samningi hjá Bayern München eftir frábær tímabil. Svaka fíll. Ég var eitthvað að segja. Svaka fíll að fá nýja samningi á Bayern. Ákveða að búa til smá spennu þetta. En við verðum áfram hjá Leverkusen út næsta tímabil. Þetta er óvanulegt. Hvernig hérna stendur á þessu? Ég ætla ekki að skjóta inn í áhenni spyrjum hana Karolínu. Chelsea gerir þetta mjög mikið. Þeir senda leikmenn á láni og framleggja við þá. Og það er náttúrulega kannski leikmenn sem bestir í deildinni sko. Nei, reyndar, en þú veist, þetta er alveg sniðugt business model því að þú kannski hefur trú á leikmannunum og þú vilt ekki að renna út á samningi og missa hann frítt, þannig að þú framlengir við hann en sér kannski ekki hvernig þú ætlar að spila honum. Maður velti fyrir sig kannski bara reyndi Leverkusen ekki bara að kaupa þig? Jú, þeir voru bara þeir vildu mjög mikið halda mér en þú veist
okkur að kaupa mig ef ég get komið til þeirra frýtt Já, einmitt, já eins og segið, þú veist, þeir voru bara mjög ánægðir að fá mig hvort það væri transfer eða lán sko. Já. En ég vildi vera áfram hjá Bayern sko, líka Og þú sérð alveg ennþá fyrir þér þú ert ekki búin að segja þetta síðast það í Bayern Nei, það er draumur hjá mér að fá að spila þar og fá kannski proper tækifæri mér fannst það kannski vanta svolítið fá þess að back-to-back leiki fekk held ég ekki 2 starterleiki úr back-to-back þannig að það var erfitt að sýna mig en fæ reynslu núna í búndsleikinu og verð þá bara mjög klár þegar ég kem til Bayern Svona kannski ef við horfum bara blákalt á þetta þú náttúrulega spilar eins og Leifur sagði hann mismarga leiki en svona horfandi núna í baksýn í speilin myndur þú segja að þjálfarinn hafi verið ósækjandi við spilar ekki nægilega vel hvernig horfðu þetta við núna sem dæmi bara þessi leiki sem spila með Bayern Úst ég er náttúrulega bara ennþá mjög ung ég kem hana 19 ára og þá er þjálfari sem er svo látum fara eða sameiginlega ákvörðun Já, látum fara hann var mjög sérstakur ég fekk alveg tækifæri þú veist, en ég held bara að ég hafi verið aðeins of ung ekki mjög mikla reynslu en ég hefði samt ekki breytt neinu reynslan gríðarlega mikilvæg fyrir mig og ég var alltaf að fá að spila í landsliðinu það var kannski mjög gott að vera frá Íslandi þegar ég kom að þessu, ég fekk alltaf að byrja landsleiki þannig en þú veist get ekki mikið sett út á þjálfarana ég var að keppa á móti ef ekki bara bestu miðjumönnum heims þannig nei, ég get ekki mikið sett út á þjálfarana Ertu að spila í sömu stöðu í Bayern og spila í Leverkusen núna? Já, þetta er kannski ekki alveg sama system ég er mjög framalega hjá Leverkusen mér líður best sem næst markinu ég var mikið stundum að koma inn á sem 6 ótrúlega satt hjá Bayern en þær náttúrulega voru með boltan 90% af leikjónum þannig að maður var eiginlega 8 en kannski aðeins öðru hlutverk sem ég er núna í Leverkusen þetta er mjög skemmtileg stað sem ég er að spila þar Ertu 10 þar eða bara beintur raman? Já, við erum sérst með í rauninni 2 10 og ég er alveg hægra megin þannig að hægri 10 Og ertu að sinna einhverju varnarhlutverki eða ertu bara Ég er bara að chilla sko. bara með gæði bara með gæði Það er mjög notalegt en sko, ég verð að hnýta þetta þegar þú segir of ung ertu að tala kannski bara þegar þú mættir völlina þá bara var þetta dálítið mikið fyrir þig eða Já, þú veist ég var alltaf svolítið stressuð kom inn á sem er ekki gott þú veist of ung, þetta á maður bara að vera óhrættur og gera sem hann vill en ég fann bara svona að maður var kannski ekki alveg tilbúin maður var svona stressaður hvað ef ég er bara ömuleg og allir finnst ég bara ömuleg en svo einhvern veginn núna í dag er ég bara okkur kildi ég ekki bara á þetta skilur og maður var einhvern veginn svolítið stressaður hvað öðrum fannst hann en í dag þá eins og ég segi þá myndi ég ekki breyta neinu samt Er það kannski auka 10 kíló á líkamsþyngdina en að setja Bayern mun hérna treyna á sig það? Nei, 10 kíló af Nei, skilur maður myndi alveg halda þú veist að maður myndi spila meira pressu vitan að spila fyrir Bayern sko Þetta er ákveðin pressa, það er mikið það er alltaf rosalit vinning með það aldrei hérna þú ert afhýsaðir að þú gerir mistök sko en þetta var greiðlega góð reynsla fyrir mig Já, ekki spurning Ég hef oft hugsað þetta líka sko, í yngri flokkunum maður var svona á milli A og B Hvað það með þinn feril? Já, ég segi það svona og svo fekk maður mínútur með þessum bestu og ég var bara ófokk, nú ætlum ég ekki að klúra skilur, þú veist, þetta er aðeins annað mentality en þegar þú fær fullt traust frá þjálfarnum sem er ekkit sérstakt hugarástand til að fara á völlin sko. Nei, ég ætla að spyrja Karolínu hvaða þættir í umhverfinu varstu að horfa í pressuna frá fjölmiðlunum, stúkunni eða var það þjálfarinn, þú veist? Já, mér var alveg saman stúkuna og fjölmiðla, þetta var bara þjálfarinn og kannski leikmenni líka maður vildi einhvern veginn svo mikið að þær myndi respekta mann en þú veist,
þeim var alveg sama, þær voru ekkert pæla, þær voru bara að pæla í sjálfum sér, skilurðu. En þetta er bara, já, maður læri bara þessu. Já, bestu leikmenn í heimi í hverri stöðu, það er örugglega alveg. Já, þetta var alveg challenge. En svo er annað með Bayern München, sko, hvernig var aðstæðan? Þetta er rosalega aðstæða, við erum hérna á FC Bayern Campus. Það eitthvað komið ága? Nei, ekki fengið æfa þar þá. Þetta er semst ekki hérna á Sebenstrasse það sem kallarnir eru, heldur þetta það sem undir 19 og undir 17 kallaliðin eru, og þetta er bara campus, smá svona bandarískt væp, bara matsalur, íbúðir og svo bara geggjaði vellir og stadiumið allt á sama stað og bara geggjaða stað, sko. Er það ekki næs? Jú, þetta er bara styrla. Það var smá sjokk að koma svo í leikurs, ég veit ekki það. Hvernig var aðstæðan þar? Hún gæti verið betri, sko. Skota leikursin. Það má aðeins bæta í þar. Hvernig var ferðamátin í leikina hjá? Það var engaflug alltaf. Það var engaflug? Já, sjálfsögðu. Já. Strætó í leikursinu? Það er rúta. Já. Og það er þú veist, í München það er svo sunnalega og allir leikinir eru einhvern veginn Þýskaland er risa, þannig þú veist, það er langt í leiki, þannig að engaflugin næs. Það er freka næs, maður keyrði bara upp í flugvélina líka og svo bara líka fárlega valdeflandi maður. Þýski maturinn, ertu aðdáandi? Nei. Grunaði það? Ekki neitt, ég er ekki droslega mikill fan af þjóðvörunum yfir höfuð en ég er ég myndi aldrei fara ná þýskan veitingastað, ég myndi aldrei gera það. Nei, hvað er að vinna með það? Er það snitseli eða hvað er að vera að vinna með það? Já, er þetta ekki mikið kjöt og kartöflur? Mjög mikið kjöt? Jú, og mjög mikið kartöflur. Já, sounds good, sko. Þjóðvörun er og sausage svona. Já, mikið af vúst. Pilsum hana. Já, þjóðurinn, er hann stífur eða? Hann er mjög stífur. Ég kem hann út og þá er þýskur þjálfari sem, já, hann var svolítið sérstakur. Maður fekk smá sjokk, maður var bara fyrir náttúrulega bara úr Steina sem er bara mest chillaði gæi ever. Kem í alvöru hot þetta núti. Ertu að tala Steini, hann er með bara boltan í skottinu, bara reytur og spil, svo þú mættir eitthvað þjóðverið að það grjótarur, er það smá þannig það? Í respekt á Steina samt, hann er æði en þetta er tvennt ólíkt, sko, hann úti var bara með 2 dagi leik, bara eitthvað suicide og já, hann var mjög sérstakur, en svo núna er komið norsku þjálfari sem held ég svolítið ástæðan okkur í bæinn er að brillera at the moment. Það er allt annað strúttur og það var rosalega gott fyrir klúbbin að fá skandinavískan þjálfara, held ég. Kannski ein spurning, bara ekkert beint þessu tengt, en liðið í búndislíkunni, hvað eru margir kallar að þjálfara, hvað eru margar konur að þjálfa? Heldur ég veit það? Nei, ég veist, bara svona sirka, sko. Ég held að sé ekki mikið af konum. Ekki? Nei. Þjálfarinn hjá Leverkusen, hvernig er hann? Heyra, hann er farinn. Hann er farinn, hann var látið taka pókan. Eru þið þjálfaralaust núna? Var þetta ekki 7. sæti deild? Var það ekki nógu gott eða? Já, ekki með hópinn, sko. Markmiðið var semst 4. sæti. Voru við í 7? Helst það, já. Ok, demint. Anskot, þetta segir neða núna. Ég er þetta búin að vera í ruglunum með allt svona í dag, sko. Ekki treysta mér, sko. Ég ætlaði að munni. Nei, ég þjálfarinn var hollenskur. Ég fílaði hann var sérstakur, en hvað þjálfur er ekki sérstakur? Nei, allavega með þá sem þú búin að tala, það flestir sérstakir. Pappi minni þjálfur, hann er mjög sérstakur, hann yndislegur kall. En mér fannst það fínt, hann var samt ekki droslega vel liðin innan hópsins og hann var samningslaut og það var, leitað til og nú er komin Þjóðverji. Yes. Fögnum því.
Hvernig er þýskan? Hún er geggjuð. Er hún ekki talsveit góð við það? Jú, maður er bara smá feimin. Maður er bara svona kann það helsta en ég er ekkert að spjalla við ókunni eins og systir mín sko. Systir mín hún býr í Barcelona og hún æfir sig að tala spænsku við hvern einasta mann. Ég er minna í því. Ertu komið 1000 daga strík í Duolingo-un? Nei, það er bara hún. En þú veist, eins og á æfingum þegar þú átt að tala við liðsfélagina er það þýskan eða er það enskan? Það er eitthvað blanda bara. Það er náttúrulega mikið af útlendingum líka. Já. Þannig að enska er kannski aðal tungumáli í klefanum? Já, það fer alveg mikið fram á ensku. En ég myndi samt alveg segja að þýskan sé góð sko. Já. Viðtöl, farið þau fram á ensku eða þýsku? Svona bæði. Já. Maður er svolítið feimin en það. Sko, ef mér rekur minni rétt til þá hef ég nú séð viðtöl af Karolínu talað þýsku og það er bara eiginlega reibrennandi sko. Bara, þetta gæti verið þjóðverið þarna sko. Já. Það er ekki rós. Ég vil sjá Karolínu taka þessu Alfred Fimbo og tók þetta þegar það var búin að vera á Spáni í korter sko, tók bara allan fucking blamarafötin á spænsku. Hann er náttúrulega eitthvað magnaðu gæi sko. Ég mun aldrei komast þangað. Já. Ekki semidús flens en flottur samt flottur strákur. Ég er endar elskað að segja fólki það og fólk heldur að ég sé eitthvað smá stúpid en ég er semidús flens. Það verður aldrei tekið það. Við erum ekki eins og komin að Harvard sko, þannig að býðum bara sko. Wendy Renard fyrirlið Lyon og franska landslýsins. Þið eru ekkert sérstakka vinkonur eða hvað? Nei, við erum ekki vinkonur. Hún veit ekkert hver ég er sko. Hún þólið ekki? Hún þólið mig ekki. Nei, hvað er þetta að fara að segja eitthvað með þessa mynd hana? Ég veit ekki, þetta er eina sem ég veit. Nú er ég bara forveitur. Já, meinar. Við spilum semst við Frakkland á EM og hún vill meina, ég veit ekki, Berglind Björk hafa eitthvað að gefa inn olbóðskot eða eitthvað, ég mann ekki alveg. Og ég semst labba að henni eitthvað, hvað er þetta að segja? Eitthvað svaka hörði, ég er ekki þessi típa og hún semst ítir í mig og ég bara ennþá þetta bara okkur lét mér ekki þetta og mér fannst eins og að hún hafi sko kýlt mig bara svo ef ég sé vídeo að þessu hún svona rétt potaði í mig en í minningunni fæ ekki bara marblett en mér veist hún geggjuð sko ég segi það nú ekki þetta er bara að fyndið það. Hvernig brostu við þegar hún hryttir? Það eru nú til einhverja myndir af þessu ég er alveg brjálið ætlaði að fá rautt á hana sko. Var það beint í dómaran eða? Ég fór bara beint í dómaran sagði hann hafi sko kýlt mig í maður Stór slæsa Sko já, við komum aðeins inn á velgengni kallaliðsins náttúrulega, hún fylgir Karolínu Já og samaskapi bæmun sorgarsagan eftir að hún fer það er svona erfitt að horfa fram í þessu þetta er svona eiginlega eina sem maður sér munin á bæinliðinu er að Karolína var svo fer hún og svo hún farin er einhver samgangur hann á milli liðana? Þetta er góð spurning það er eins og í Pepsi á Íslandi er aðeins þessi hellingssamgangur en þetta er kannski aðeins þetta er aðeins öðruvísi við semst erum við æfum stundum á bæjarina þar sem þeir eru en þú veist, maður er ekki að borða með þeim eða neitt þannig sér þá stundum og þá er maður en annars ekki neitt sko, við fórum þetta í lokapartíð þegar þeir unnu en annars ekkert mikið sko. Þú og Tjabi Alonso er ekkert að spjalla eitthvað dælega? Við erum enda að spjallum aðeins við hann er ekki toppnáðungi það? Jú, geggja og guður sko hann þær fengu myndina hann ég tók myndina ég fannst eitthvað svo vandar alltaf að taka myndina en jú, geggjaði gaur og var bara sturlað að horfa upp á enn titil hjá þeim sko. Já, uppáhaldsleikmaður í Leverkusen kallaliðinu? Það er Granit Xhaka, já Býtu, ertu Arsenal konar eða? Nei Hann eða Fló Frimpung Ég segi Frimpungin, hann er geðvig hann er nettur líka hann ákveður bara hvort hann sé góður eða lélegur sko. hann er bara geðvigur
Ég ætla líka að leiði ekki það, ég sé einn hálfleik og það er að koma nóg til Íslandi sko. Ég ætla ekki að ljúga að sé þetta Leverkusen ekki sko. Galið, þeir voru svo góðir. Ég veit það. En ég semst daginn sem þeir vinna titilinn, þá er pabbi að koma í heimsókn til mín með vini sína, semst einhverja 4-5 vini. Og þetta er bara stærsti leikur sko í sögu bara Leverkusen. Og pabbi bara, já, bara verður að redda okkur 6 miðum bara, og ég bara er í stresskasti að ná Búið að bóka flug ef þeir eru mættir þeir eru bara að fara að mæta og þetta er bara hittir akkurat á þennan leik skilur. Ég var bara, ég redda ykkur miða og svo náttúrulega hittir þetta á bara að vera stærsti leikur bara ever og ég einhvern veginn redda hana 6 miðum fyrir þá en ég kemst sjálf ekki á leikinn þannig að ég fórna fyrir félaga pappa eins þannig að þeir áttu leik lífsins og ég satt fyrir utan stadiumið í treyju þannig að ég var uppáhaldsdóttirinn hann í smá tíma það er gert já sko, talandum fjölskylduna ertu með eitthvað tattoo? Ég er með 2 Hvað þýðaði? Þýðaði eitthvað? Þetta er alltaf mjög persónuleg spurning Já, jú, kannski Ég er með Fjólu hér Mamma mín heitir Fjóla og svo er ég með mín kæra hér sem er í skriftinni hjá ömmu minni alveg mjúk, ég er mjög mjúkt Magga er náttúrulega brjála og hún sé ekki komið tattoo en það var ætlar að fá þér fleiri ég er að pæli að fá mér eitthvað sískina tattoo með Möggu og Haraldi sko. Ég verð nú að fá mér eitthvað það verður leiðilegt þessi spurning hlýtur að koma frá einhverjum nei, býttu bara þetta er bara rétt að vera hann er náttúrulega með inside info, við erum búin að segja þetta er allavega svona frekar random spurning sko. nei, ég spyr alltaf þessu sko. aldrei heitti þessu sko. spyrði Arnór Siga þessu líka, ertu með tatt? já, reynda að gera það hann er reyndar að fela sín varst að búa að segja ég væri með slíf já, hún er með full úr að bak ég er með íslenska fána sko, já, riddarspurningar koma náttúrulega á eftir það sem við lefum upp innsenda spurningar frá hlustendum en mér þótti þessi svo skemmtilega að hún fær forgang hún er frá konu sem heitir Fjóla Rún og hún spyr hvernig fjölskylda þín er það ekki mamma hennar? nei, það er bara ekki kona nei, ég er rosalega heppin með fjölskyldu vorum með að koma núna frá Spáni vorum í engavillu þannig á Las Colinas Alicante, geðvikt já, það var styrlað og ég náttúrulega sé fjölskyldum mín ekkert allt oft þannig að það var æðislegt ég á bestu fjölskylduna sko. já, þetta var líka alveg svona passive-aggressive spurning sko. ég var feiklin fjölskyldum mín frekar leður sko. ég sé alls öður sko. nei, þau stiða mig öllu og mæta alltaf út þegar það er gefst tími mamma er einmitt kennari þannig að við erum saman núna já, hún er alltaf í good set frí kom aldrei, var ekkert erfitt að flytja ein út í áttunum sko? Jú, það var ógeðslega erfitt maður er náttúrulega vanur bara hótelmömmu bara já, hótelmömmu, pappa það var mjög erfitt flutti inn með annari stelpu sem ég mæli þetta ekki með það var ekki fyrir mig að vera með einhverjum öðrum var hún þýsk? Hún var þýsk já, hún var þýsk og ég gata ekki og flutti út en mamma semst kom til mín í heila mánuð tók launalaust leyfi og var bara hjá dóttur sinni í München þannig það var mjög næs hún er að fiska eftir þessari sögu með þessari spurning Fjóla út hetja skál fyrir Fjólu já, skál fyrir Fjólu og skál fyrir kontakt fyrirtækjaráðgjöf kontakt já, sér að þessi í sölu á litlum og meðastórum fyrirtækjum já það markastorg fyrir fyrirtæki þú veist, ef þú ætlar að kaupa fyrirtæki að selja fyrirtæki já, maður gleymaði oft sko, þetta er einn ersta sjálfstæða fyrirtækjaráðgjöf landsins og þetta er ekki eitthvað bankadrast, þetta er bara alvöru
fyrirtækjaráðgjöf sko. Fyrirverandi bankastarfar Nei, ég er að segja, þú veist, þeir eru bankarnir flottir en þú veist, þetta er bara alvöru ráðgjöf skilur. Já, þeir eru geggjaðir þeir eru endilega að kíkja á þá og svo setja sjálfsög spenn í leikinn á lengjunni tippið á EM þar tippa, spyrja Karolínu hvað veist þér? Mér heyrst Karolínu að vera horfa svolítið í þjóðurina þarna Það er tippa, hvað veist þér? Segðu mig, hvað veist þér? Sammála Þannig að lengjan, það er okkar menn er sko Albanar, lengjan Karolínu kemur tips Albanar vinna Spánverja þú lítur að græða hellingspenning á því Spát skora sjálfsmark Það er svo, það er þetta Þú ert bara komin í alvöru cash ég er ánægður með þetta Örsnögt við okkar bútar og klaka Já, skál Sko, ég pæli í því sko, maður á ekki að nefna nafn sko, en ég ætla ekki að nefna hinna samkvæmsæðala, en klaki er langt besta Miklu betra bergvatnið á markaðnum Já Og svo getum við líka að tala bútvarinn sem er miklu betur en allir aðri bjórar á landinu Já, vá maður Og þegar maður kemst í hann á dælunni maður Byttu fyrir Hann er sjálfsér og þess vegna fer ég bara Já, það eru alls konar verslanir sem að selja bútvar Já Það með talið það sem ég er að vinna Já, Er þetta eitthvað þýsta? Þetta er teknisk gæði Það er næstu berfi Sorry spurninguna Nei Góð spurning Þetta er þáttu Karolína En ef við höldum áfram í fjölskyldunniðinni sko við erum búin að koma inn að Viljum pappiðinn, hann er fótboltaþjálfari Gylfi frændinn, hann er fótboltamaður ekki reynda the real Gylfi sig heyrist mér, það er umbóttmaðurinn PT2 sko og Fjóla náttúrulega flutti út til þín hversu stóran þátt á fjölskyldan í þeim frábæra leikmanni sem þú ert í dag? Bara allt sko pappi náttúrulega, já, fekk mig í fótboltan bara tók mig á æfingar og hraunaði yfir mig að maður var ekki að standa sig mamma er ástæðan fyrir að ég kannski brotnaði ekki niður, hún er mjög mjúk og svo eru systkin mín mjög mikið að stiða mann líka og þau bara, já, ég á allt þeim að taka sko. Var pappiðinn harður við, var hann að taka þið sko að því auðvitað út á æfingum hann var að horfa á svona, en var hann sjálfur að taka á sparkvöll og taka aukaæfingar og eitthvað svoleiðis eða? Já, mikið hann er mikill keppnismaður en það var ekki eitthvað Project Mbappe sko Nei, Project Karolína hann bara gaf mér tími í þetta og sagði mig til en það kom alveg moment sem ég svona þurfti alveg að láta hann vita að ég þarf ekki gagnrýni frá honum hann kannski var svona náttúrulega að gagnrýna menn fyrst svo tók hann meira svona þegar maður var komin út og svona þá færi maður alveg nóg gagnrýni frá þjálfurum og svona utan að komið aðlum þannig að hann er svona meira í stuðningshlutverkinu núna og Spilaður einhvern tímann undir honum með? Já, 1 ár Augnablik eða Breiðablik? Nei, hann öðrum með það hann var að þjálfa semst í FH þegar ég var þar já. Ég spilaði undir honum í 3. flokki FH Já, er það óþægilegt að spila undir pappa sinni? Nei, ekki þannig ég fannst það ekki hann trýtaði mig bara sem einhvern annan leikmann sko. en hann er geggjaður þjálfari og hann er enda komin yfir í Val núna Já. Ég er að segja fréttir, slúður Er þetta slúður? Þetta er móli Fór ekki frá Blikum að það er svo mikið að gera hjá honum ok, herru næsta spurning ég er ekki að meira orðum hennan mann Fjöllan er komin yfir í Val Talandi Val sko þegar ég var yngri var frændiðinn alltaf nefndur sem fyrirmynd ungra knattspyrnuna Hvað frændi? Gylfi Sigurðsson það var talað að enginn hefði æft eins og hann og maður líka hefur heyrt að því bara á skotæfingum Já, við erum að heyra það bara ennþá bara allt í skeitin sko var hann stór fyrirmynd til þér og kannski var hann að gefa þér einhver tips líka eitt stóran hann að Ég er náttúrulega segðu nei þarna, það var ekki Sorry, ég verð að byrja hvernig eru þið skild? Hann er bróð með mig Já og hvenær byrjaði að horfa bara þegar mér langar að vera svo Gylfi frendi? Ég ólst náttúrulega bara upp með hann í sviðsljósinu skilur og mínu mati mjög sérstakur leikmaður kannski ekki svona
íslensk típa og markmiðið mitt var alltaf að verða svolítið eins og hann bara og hann frábær fyrirmynd og það enn sko. Þú ert svolítið eins og hann. Þið alveg líka á velli finnst mér. Já. Það alveg rós. Þetta rós. Já. Nei, já, með tipsin, hann ekki mikið að gefa mig tips, nei. Hann endar ég hitt hann í dag og fórum í göngutúr á Hvalárvatni og ég sagði hann að hann þarf að kenna mér að taka svona víti. Já. Hann lópar. Já, þetta alltaf ótrúlega viti hjá hann sko. Þetta bara besta vitskett í sögunni sko. Já, hann rugglaður leikmaður sko. Já, besta skitt í sögunni sko. Já, kannski laumar á hann að hann var alltaf mæta í ég sagði við hann að hann átti að koma með mér og hann lópar á mér. Já. Hann hlær á okkur. Hann hló okkur, ekki henni. En hann lítur að hlusta. Já. Sko, svo verðum við náttúrulega að ræða hinn fílinn í herberginu. Karolína fekk skólastyrk frá Harvard á hún fór til Bayern. Það alltaf að spila á Breiðablik. Þannig að það var kannski, hún var ekkert að pæla í hinnum klúbunum en sko þegar Harvard bankar. Já, margir hefðu brotnað það. Það var hart nei eða hvað? Hvort myndið þú velja Bayern eða Harvard? Varstu búin að fá Bayern þá eða? Já, ég man það ekki. Af því ef ekki og Harvard kemi, sælir, þú er Harvard, já takk. Já. Ég myndi velja Bayern. En ég var ekki svo góður í fótbolta. Ég var þetta ekki Já, það var kannski svolítið neikvæð umræða fótboltaland í Bandaríkjunum á þessum tíma og það var einhvern veginn bara ef þú ferðan út þá myndi ekki komast í landslið og það var svolítið umræðan. Þannig, og ég einhvern veginn alltaf ég bara þótt að ég tala ekki mikið fótbolta þá elska ég fótbolta og vill helst bara vera í fótbolta 24/7 sko. Þannig að Bayern var mitt val. Já, þetta voru fótboltalegar ástæður. Já. En ég get alltaf að fara í Harvard. Ég ætla að segja, lokar engum dyrum. Hefur þurft að fórna miklu fyrir fótboltan? Já, mjög miklu. Ég væri ekki það sem ég í dag ef ég hef ekki fært allar þessar fórnir sko. Hvaða fórnir eru að tala um? Bara, mikið sósíaldæmum, mikið af fjölskylduferðum, drekka, partí, bara allt svona, sko. Sér eftir þessu... Það stóð fisk eitthvað ákveðna ferða. Ég sérst, þegar ég valin í fyrstu allandsliðsferðinu mína, þá missi ég af brúðkaupinu hjá Gylfa og Alessandru. Það alveg fokki brúðkaup til að missa sko. Það var mjög svolítið fyndið. Ég var bara búin að vera ágætt hjá Breiðablik. Ég var ekkert spes, ég var ekkert spes. Í vinnunni á Kópavogsvelli og sitt með Áslaugu Mundu vinkonu minni. Erum eitthvað í símanum, sjáum bara að við erum báðar í landsliðshópnum. Við skildum ekki neitt. Og ég sé bara að þetta akkurat þannig þegar brúðkaupið og ég veist ekki hvort ég þetta grenja eða hlæja, ég veist ekki hvað ég ætti að gera og ég kynna það að koma alveg smá tára, ég var að fara að missa þessu brúðkaupi en svo þegar maður spilaði hennan leik þá var mér alveg sama sko. Já, þið langar ekki að taka Hannes Halldórs á þetta og kýtlaði ekkert aðeins aftan í nára maður var alveg búin að kaupa outfit og allt sko, ég tekið full-on Hannes Halldórs á þetta svo ég þessi landsliðsferð var ekki leik homo heldur í Finnlandi og semst fyrsti leikurinn úti spilaði 0 mínútur og þá var ég bara ég trú ekki að við sleppt þessu og svo spilaði ég næsta leik og fæ mitt debut í landsliðinu og þá var manni alveg sama. Já. Ég hef reyndar heyrt þetta brúðkaupið umulett. Já, ég sá myndið þetta leit alltaf, mann alltaf langað ekki að vera þarna, ég get alveg sagt það. Nei, svo hefur maður mistað alls konar Bahamas og kalla og það hefur fórnað ansi mikið að ferðum. Já, en þú veist þegar þú varst yngri menntaskóla og svona, hversu fókus varstu þá? Laser focus. Varstu ekki laser focus eða? Jú, þetta hefur einhvern veginn alltaf verið markmiðið. Ég reyndar engin svona djammari, drekka ekki, var ekkert mikið í þessu ballstandi. Mjög heimakær, var bara mikið heima og vildi kannski bara frá æfingu staði þannig að það var ekkert mikið eitthvað erfitt fyrir mig sko. Nei. Hvað varstu mikið að æfa þig utan æfinga? Maður var einhvern veginn alltaf
maður var bara mættur í fífuna sko þegar maður var í Breiðablik bara undan og eftir og hérna alltaf frábær aðstæða. Já, það er alltaf hlýtur samt ángríns að vera frábær aðstæða en þú veist það er svo mikið að leikum. Hvernig var það fyrir unga stelpu að mæta bara niður í fífu? Voru þjálfar eða varstu bara ein með fullt af boltum eða fyrir ungar knattspyrnustelpur? Ég var náttúrulega mikið með Alsundru, bestu vinkonum minni. Hún kemur með mér í Breiðablik og við vorum mikið að æfa aukalega saman. Svo má ég ekki taka af FH heldur. Ég var mikið í risanum þar. Þá var ég bara að leika mér með hérna. Þú varst samt ekki orðin Karolína Lea, þú veist í FH. Breiðablik bjóðu til. Ég var mikið í fífinu og risanum. Ég má ekki gleyma risan. En því var mótaðan sem leikmann. Ég náttúrulega elst upp með sko hérna Heimi Guðjóns við stýrið og Matta Vil og Atli Björnsson og Atli Guðna og reyndar alvöru winning mentality það í kriganum sko. Það eitthvað Karolína Lea ef að kallalega að vinna þá þurfum við að sækja. Sorga sagði FH eftir að hún fór. Við erum að fá það í Chelsea. Það er alveg klart. Nei, ég elst upp með hérna bara með geggja FH-lið og hérna og það var ekkert smá gaman að mæta og leikið þá. Nei, trúið þeim. Það voru skemmtilega ári í kriganum sko, þessi gæti hafa verið einsend líka. Mögulega byrjum á því ertu tapsár? Keppniskona já, en ertu tapsár? Ég smá tapsár. Ok. Í öllu? Ég ætla að koma í hvað íþróttum spilum þá helst? Íþróttum með að spilum? Ég er ógeðslega tapsár í spilum. Það er ekki hægt að spila með mér sko. Ok. Ég hendi bara spilunum í því ef þú tapar? Ef ég tapa, þannig ég reyna að tapa ekki sko. Já, þú reynir að tapa ekki? Þú reynir að þeir? Ég reyna þeir. Ég helst hætti áður en ég sé að tapa. Já, skilja. Og svo var mikið spilað þannig að spikeball úti. Já. Og ég tapaði einhvern 2 leikum. Ég var að viðurkenna, Leifur, ég veit ekki hvað það er. Örugglega margir hlustendur sem að það er svo skemmtilega leikur. Þú verður samt að útskýra. Já, ég útskýra. Það er bara, þá standi þess að 4 hring, 2 saman í liði í kringum svona net sem liggur á jörðinni og þið eru svona, hafið 3 snertingar saman sem lið og eða blakunum í neti. Já, svona. Hefur ekki séð þetta á ströndinni? Jú, já. Þetta er mjög skemmtilegt. Hvor er tapsárari, þú eða Gylfi? Ég vil ekki sjá okkur keppa í neinu sko. Það enda mjög illa. Það endar annarkvæmt að ég sé grenjandi eða hann í einhverju reiðiskasti sko. En ég held samt að hann sé aðeins tapsárari. Það er ekki hægt að spila á hans sko. Það er bara ekki hægt. En já, það er líka leiðilegt að spila á hans sko. Já. Það er mjög gaman að spila með því sem. Ég var að tala inn í dag og ég sagði ef hann hefði verið hann á Spáni við hefðum ekki farið í hennar göngutúr í dag sko. Herru, það komið að landsliðinu. Já. Yes. Já, þú ert ekki sloppinn sko, nei, þetta er bara tímabundi. Ég er með móla fyrir ykkur. Ég er með smá móla fyrir ykkur. Já, hvað er með hann? Ísland, auðvitað, frábært landslið og kannski, einmitt eins og nefndir, bara sterkt fyrir Íslendinga að geta að spila með landsliðinu og koma sér á framfæri og spila fyrir liðin svo Bayern München. Við erum í 14. sæti í dag og eftir frábærum liðum náttúrulega, en það er eitt lið sem laumaði sér í 10. sætið. Á ég að giska á það? Já, viltu giska á það? Eitt óvænt sko. Er það Norður Kórea? Já. Ég vissi það. Það eru þína konur. Hvað er með þetta? Hvað er að vita það? Þetta er bara mest að kjafta þessi við veitum sko. Er Kim Jong-un, hann er ju FIFA að stýra þessu. Ég held að Kim Jong-un sé bara í eldhúsinu. Það er ekki eins og í kannalið annars sko. Ég veit ekki hvað er gangi. Hæ? Hvað er ekki sem er liðið? Já. Haldur að konur sé eitthvað í fótboltanum? Ég held ekki að segja samt neitt sem... Ég hafa líka bara, Ítalía, Ísland, Danmörk... Þannig að við erum í rauninni í 13. sæti. Já, betur, er þetta bara eitthvað algjört kjaftið eða? Ég hef aldrei séð þetta lið, sko. Kim Jong-un hefur bara slætað nokkur seðlum hann og bara segið tókum bara 10. Hann er bara að skrá einhver veist og úrslítana. Tókum brassana 3-0. Á heimaðalli. Það vekkur þetta enginn að horfa á hann leikan. Það var ekki tekinu upp þessi leikur. Við pökkuðum þeim saman. Já, þetta er mjög sérstakt. Ég hef tekið eftir þessu líka. En ég gæti verið að bylla, sko. Ég ætlaði að fara að biðja spennandi leikmenn í norður-kóreska liðinu. Við ekki spyrja mig. En undankeppni EM sem er í gangi núna
Annarsæti í riðlinum 7 stig unna Austurríki núna á Laugardalsvelli fyrir skömmu 2-1 KLF leggur að sjálfsögðu bæði mörk. Takk. Hvernig er andinn í... Já, takk. Hann er geggjaður. Ég elska að koma í landslið, þetta er bara eins og að vera í einhverju vinkonu fríi, sko. Já, er þetta ekki góða vinkonu? Jú, þetta er bara æðislegt lið og frábæri einstaklingar innanborðs. Hvort er skemmtilega að spila á Kópavogsvelli eða Laugardalsvelli? Kóp. Já. Er það ekki að? Ertu bara að segja verið byrkjað því hann svona erfið í dag? Laugardalsvellir er því miður ekki nógu góður. Nei. Það er bara frá klefanum, hafið þið séð klefan á það? Já, hræðilur. Það er góða hlutum þá. Það er smá pilla á KSÍ að þetta er náttúrulega ekki bara, þetta er ekki boðulegt, Ronaldo er að koma í þennan klefa, sko. Hann á að fá þennan klefa bara fyrir sig, sko. Já. Hann og hvað þá, eins og, þessi leikmenn sem eru að spila í stærstu liðum í heimi og koma sér í þennan klefa, come on. Eru klefanir betra Kópavogsvelli? Já, miklu. Já. Nei, og svo er náttúrulega líka myndast meiri stemming, eða ekki? Jú. En það ekki? En ég elskar Laugardalsvöll og það er náttúrulega gras. Já. En við þurfum að gera betur hann, sko. Já, þú betur sammála því. Ákall, sammála því einnig. Og taka þessa hlaupabraut, sko. Ég get hann ekki. Statt. Sammála því. Margt sem má bæta þar. En erum við leiðin á EM? Klárlega. Býttu, er ekki bara EM 25 eða? Jú, eða ekki. Bara næstu ári í Sviss. Hvernig kemur þetta ljós? Við þurfum að vinna núna í júli. Júli? Býttu, annarsæti fer með okkur hvert? Beint á EM. Beint á EM, takk. Jóna, ég segi ekki og kæfta það núna. Besta þriðasæti eða umspil? Þriðasæti fer í umspil og fjórðasæti. Já, ok. Það var áklæsir. Kimi fæst. Ég held því að við erum sérst í A-riðli, þá fara öll liðin annarkvort beint áfram eða í umspil og á móti þannig B og C og þannig að það var geggja fyrir okkur að halda okkur upp í A-riðli. Já, ég skil. Ég gæti verið að segja eitthvað kæft. Það var svo, manni fannst líka að vera smá Gimme 5-stemning í undankeppni EM karlamein. Við töpuðum öllu leikjum og svo bara úrstildi leikjum og komst á EM. Ég bara, við erum að tapa öllu leikjum sko. Maður var bara í sjokki. Svo horfum maður á þetta Georgiu-lið, þetta liður ekki unni einn leik sko. Þetta er, þessi Gimme 5-stemning, hún er að ríða öllu núna sko. Já, það er svolítið þannig. Þú var alveg sérstaklega þessi þjóðdeild sko. Maður skilur ekki neitt í neinu. Aldrei svo, við þökkum fyrir þjóðatöldin allan dag sko. Gerum það. Sko, undankeppni HM og þurfum að ræða það, kannski þriði fíllinn í herberginu. Þetta er endar alvöru fíll sko. Fyrstu fílarnir voru Bayern og svo Harvard sko. Sko, ég man hvar ég var þegar við spiluðum umspilsleikir á móti Portugal, komast að HM 23. Ég man líka hvar ég var í sófanum heima. Þú varst í sófanum heima? Já. Sko, hversu svekkjandi var það Stefi er þannig, Karolín er fjárverandi þá gengur ekki vel. Já, þá er allt í basti sko. Já, þannig að þú hefði getað sleppt í að horfa á hann leik. Nei, þetta var hræðilegt váka, þetta var sorglegt að sjá eitthvað neginn dómara, horfðu á hann leik? Já, ég horfðu á hann. Dómarinn alltaf bara hræðileg og ég er ekki viss að Ég fannst Portugalinn sem hann segir, eða kannski bara Þær eru góðar, en við höfum alveg unni betri lið samt. Ég ætla ekki að segja, þetta voru ekki 11 Messi Nei. Sko. Og ég væri hrædd ef Gló myndi mæta þessum dómara í hverju götu sko. Hún var alveg hræðileg, Munda fær hana eitthvað rautt spjald sem er sko saklausasti leikmaður bara sem til er. Svo er dæmt á eitthvað mark, þetta var bara hræðilegt. Þetta var sko vídeó og rautt sko. Þetta var þetta var skemmtileikin. En náttúrulega undan þessu er þessi Hollandsleikur sem var náttúrulega líka hræðilegt. Þannig ég horfði á þessa tvo leiki í sófanum heima sem var alveg hræðilegt og maður vorkenndi þeim rosalega mikið. Hvað var að sjá þig þarna? Ég var með
Ég var semst með hamstring meðsli í síninni alveg bara djúpt og ég hefði alveg getað spilað en þá kannski væri ég ennþá að glíma við þessi meðsli þannig ég fór í 6 mánuði í rehab og losnaði við þetta 7-9-13 Já, þú vilt ekki vera í þrálátum aftan í læri Nei, og þetta ung líka ég spilaði semst á EM með þessi meðsli og þetta var orðið svolítið krónískt þannig að það var bara tímapunktur þar sem ég þurfti að fara í rehab sko. Algjörlega búlan okkar menn, hamborgarabúla Tómasar ég var einmitt í Köln daginn, kíkti síðan til Berlínar og ég var búin að koma inn á en Er það þín uppáhaldsbúla? Mér finnst búlurnar á Íslandi betri, ég verð að viðurkenna það Auðvitað er að tala hamborgarbúla Það er Geirsgatan, hún mitt uppáhald Karolína Lea, finnst þér búlan góð? Ég veist það ekki Já Rétt svo Hamborgarar eru mjög góðir Hamborgarar kannski ómikil fulleringi þannig hamborgarar á búlunni eru góðir Já, ég meina það Hamborgarar flottir Og mátti ekki gleyma því að sko, Karolína er fyrirmynd ákveðins íslensk fyrirtækis Býtu hvað verður ekki það? Það er ekki lókalega Já, ég bara sá allt Subway sem eru náttúrulega líka okkar mann Ert þú að hitta eða rista? Ég er að rista Hún er að rista, já Er option að hitta? Já, hitta eða rista? Ég held að það sé ekki hægt í Þýskalandi að hitta Það er svo Þetta er móli og þetta er eitthvað sem ég tek út úr kvöldinu Það er aldrei spurt mann sko. Nei, þetta er áhugavert Uppáhaldsbátur þinn Birkir? Ítalska BMT Það verður ekkert breyst Nei, ég held ég að samt þetta bræðingu síðast Nei, ég segi Ítalska BMT síðast Sko áður en við komum að stórmótinu VM 2022 þá verðum við að ræða döðlunar, David Jones Já Leynitrixið og allt það Leynitrix í svefnuppbygginu, Viktor hann fór nú illa með mig daginn sko, ég var bara, maður eftir sig eftir það en Já, hann pakkaði saman Hann pakkaði mig saman, þetta eru enga síður sko, fyrir utan það að vera fullar af járni, steinefnum þetta er bara meinholt og þetta er þrælgott og setja þetta í skýrið ykkar, það er ekkert flóknar Nei, takk En það kom að EM 2022 skrítið mót, 3 jafntefli ekki tap og svo bara heim Taplusar og komst ekki áfram Það er galið Nei, þetta var geggjuð upplifun kannski mitt stærsta moment á ferlinum að hafa komast á þetta stórmót og spila alla leiki það var sjúklega gaman en mjög mikil vonbrigði að hafa ekki komast lengra Sko, ef við berum aðeins saman tilfinninguna að spila fyrir félagslið og síðan fyrir landslið á stórmóti einhver munur þannig á milli? Já, þetta var sturlað náttúrulega bara sjúk stemming á vellinum íslenski stuðningsmenn það er ekki til betri stuðningsmenn sérstaklega á stuðningsmenn á stórmótum en þetta var bara klikkað og já, þetta var mjög sérstakt og það er svona þess vegna er maður svo peppar að komast aftur að Já, klart Sko kannski En það er samt spurning sko, glasi getur verið hálf fullt eða hálf tómt hérna sko, náttúrulega töpuðum ekki leik en náttúrulega unnum ekki leik heldur náttúrulega kemur móti frökkunum sem eru komnir áfram hann er ég að bulla núna Já, þannig að það var eiginlega klúður að vinna ekki þann leik Nei, klúðurinn var náttúrulega að vinna ekki í Belgíu sko. Já, það ekki, í fyrsta leik Já, ég man þetta Fengu Steina Halldórsinga eiginlega bara beint eftir mót og já, við hefum átt að vinna belgana sko. Já, við áttum að vinna þær það er alveg skiljanlegt að vinna ekki Frakkland sko. Ég heldur endur að Frakkland hafi gert einhverjar 10 breytingar fyrir leikin en við áttum að vinna belgana og hefðum vel getað það við vorum að brenna á færum og svo áttum við líka mjög góð færi á móti Ítölum þannig að það var bara okkar að kenna að komast ekki áfram sko 1-1 á móti Ítalíu það var einhver sem skoraði á 3. mínútu held ég og það var ekki Karolína Lea sjálfsögðu þungur og samt Ítalinni pressuðu mikið Alessandra síðan með sitter og þú fær líka gott færi þannig í lokin fórstu með það á kottan? Ég gat ekki sofið einhverja 3 dagar sko. Það var rosa erfitt að hafa skorað
sitt fyrsta mark á stórmóti taka nýslæt Já, það var geðveikt nýslæt það var alvöru gott nýslæt alvöru fagn en vera samt einhvern veginn grenjandi eftir leik bara í mólum að hafa klúðra þessu færi þannig þetta var mjög tilfinningaríkur leikur Já, þetta endur annað þú veist hvað tekur fótboltan mikið með þér heim? Allt og mikið sko fótbolti náttúrulega bara lífið mitt skilur þetta moment og maður einhvern veginn alltaf að hugsa það og ef maður hefur getað gert betur með því að skora eða gert eitthvað betur og unnið þá leikinn þá svolítið erfitt að sofa. Þá hugsaðu ekki bara að ég skoraði eitt mark? Nei, ég var bara í áli sko. Það var mjög pirraður. Svo fáið þið mitt frakkan lokaleiknum frábært lið, gerðu margar skiptingar sko 36 gráður á vellinum. Já. Hvernig að spila í svona hita ef við byrjum á því? Ég funkar ekki hita sko. Ég man bara það var að fara að liða yfir með hann í fyrra leik. Við fáum marka á okkur eftir ykkur 20 sekúndur eða eitthvað. En eigum mjög fína leik og var enda með okkur í liði í þessum leik og ég held að það voru ykkur 3 mörk eða eitthvað dæmt að þeim og maður var bara eitthvað þú veist það allt með okkur í þessum leik og fáum svo víti í lokin en það var of seint og jafntefli var og hvað Belgía kemst áfram sem var Belgía, já það ekki neitt sem var óhænt sko eðluðu allt með því að vinna Ítalina í uppbótartíma Já En það kannski helst sem að kannski gleymist það þarna Pinadar Cup sem Já, svo stóri, ég kalla hann alltaf svo stóri Hún að vinna titil með landsliðinu, eða ekki? Má kalla þetta titil Já, svo stóri, Málmur Já, þetta mitt stoltasta moment á ferðinu Ég trúi því Gleymi búndislíkunni, það Pinadar Cup Hvernig var að lyfta titlin? Það var ógleymanleg tilfinning að lyfta maður held að maður myndi aldrei vinna titil með landsliðinu Nei en það tókst Þetta fyrsta mörgum, við erum að fara að taka einn núna sko. Já Fyndin samt pressan hjá Íslendingum stundum það var eins og fyrir móti þannig hvað var það 2017 eða eitthvað hjá kvennalandsliðinu þá var þjóðin að halda að við værum að fara að vinna Var það Freysi? Það var Freysi sem það sem við skorum ekki mark Jú, við skoruðum eitt mark Fandís Friðriks en já, þetta var ekki gott mót og það var mikið vonbrigði hjá stelpunum Já, góð punktur Sko við rættum aðeins fyrir þátt en það vita ekki margir að Karnulega í 2 vinnum opinber samfélagsmiðlastjóri íslenska landsliðsins auk þess að vera atvinnumaður hvernig er það sko er alltaf TikTok sem að eitthvað finnast að TikTok sem ég séð apparently I've never been on live television before náður henni helviti vel eða strákunum hana Já, takk Þetta er eitthvað sem að þú bara tekið á þig eða hvað Maður er ekki búin að banna að tala þetta Við getum klift þetta sko Nei, ég er að djóka En jú, það var búið að banna þetta Ég já, ég hef gaman á svona social media dæmi og Jói mediastjóri í landsliðinu leiði mér svolítið að taka yfir TikTokið hjá Íslandi og maður er búin að vera að dunda sig við þetta í landsliðinu En vel gert, þetta er skemmtilegt ég hvet alla til þess að skoða þetta Já Þú veist ekkert hvað við erum að tala Nei, ekki Er Glódís Perla besti leikmaður í heims í sinni stöðu eða er Wendy Reinhardt betri? Glódís er mun betri, finnst mér Já Reinhardt er stór og ógeðslega góð í loftinu en Gló hefur einhvern veginn allt, hún er hröð, hún er sterk, hún er með geggjaðan fót Fáránlega góð í fótboll Já, hún er ógeðslega góð og fær ekkert appreciation frá sem er galið út af hún er fyrirlið einn stærsta klubb í heimi Er ég að rugla núna? Var hún valinn leikmaður tímabilsins hjá bæinn á tímabili? Ertu að meina frá stuðnismönnum eða? Já, leikmaður tímabilsins Ég veit ekki, ég er ekki viss um að sé eitthvað þannig Nei
eða hvort það sé bara á næsta tímabil þar sem valið eitthvað svona en hún náði klárlega skilið og hún frábær líder hún eins og, hún stjórnar öllum eins og FIFA leikmannum inn á vellinu sko. Gott að hafa hana fyrir bakvið Já, það geðveikt og hún líka öskrar á mann ef maður ekki að delivera sko. Já Sko, fyrir aftan hana síðan alvöru efnilegur en ungur leikmaður Fanney Inga hversu góð hún og hversu langt getur hún náð? Hún mun ná eitthvað rugglant hún kom mér mikið óvart ég vissi ekkert þessa stelpu spila þarna sem fyrsta leik á móti Danmörku og ég var bara ég hugsaði bara þetta bara besti markmaður sem ég sé Eftir að hafa hugsað örugglega fyrir það bara hver þetta hann í markinu bara Sessa meitt og þessi meitt og þessi meitt og hún kemur hann inn og bara eins og hún sé 35 ára sko. Og frábær og geggjaði lítir líka en hún mun vera bara betra og betri sko. Og við erum líka með skemmtilega samkeppni núna í landsliðinu því Sessa komið tilbaka sko. Já, það einmitt áhugavert Já, mjög góður þáttarins Steini Halldórs og hver einhver munur á honum frá því að hann var hjá Blix með félagslið og síðan með landsliði Þessar sem eru búin að alast upp í Breiðablik segja að hann sé breyttur en ég sé ekki mikið mun sko. Hann alltaf jafn svona chillaður og kemur svo með svona bandirinn á milli já, frábær maður og og bara heiður að spila undir hann sko. Varst þú komin í liðið þegar Jón Þór Hauks var að þjálfa það? Já. Hann gaf mér debut Já varst ekki bara ánað með hann eða? Jú, hann alltaf gaf okkur ungu leikmannum sénsinn og hann hefði ekki þurft þess skilur hann var með alvöru balls og setti okkur ungu leikmannina bara beint í byrjunarlið og þá kemur þessi kynslóðskipting sem var hrikalega gott já, mér fannst hann góður og en auðvitað fór það eins og það fór Já, ég ætla kannski, við hefum ekkert að vera að ræða þetta í þörlunlega en var ekki leiðilegt hvernig það endaði með hann eða? Jú, auðvitað var þetta ömulegt bara mikið að sögum í gangi, maður veit ekki alveg ég var semst meitt í þessari ferð já. Var með rifin lið en veit ekki alveg hvað gerðist en maður sá bara að hann bara í rauninni látum fara og sá að Steini væri komin hann að maður kannski pældi ekkert mikið með að þakka hann bara fyrir og moved on sko. Já, kannski ég ætla ekki að vera pína Karolínu en eins og þú heyrir þetta og það sem að þú varst búin að þarra leikmenn og þekkir alltaf í liðinu og varst með þarna var ekkert annað í stöðun en að skipta þjálfara og horfa fram á veginn Ég held að það hafi verið svona auðveldast í þessari stöðu Samt búin að tryggja ykkur á stórmótana sko. Já, það hefur eitthvað gerst þarna sem tryggaraði það að hann var látinn fara og en hann að gera flotta hluti í dag og maður samglist honum Já, því miður gera hann flotta hluti í dag Hann gerði mjög flotta hluti í dag Stala okkur 2 stigum Þið áttu ekkert meira að skilja og hann alltaf alveg einstaklega glæsulegu maður sko. Ég var stundum að reyna að horfa leikin ég gæti ekki hægt að horfa hans Ég gæti ekki tekið auðvitað Dóra Adna hérna í Stone Island sko. Já, ég gæti ekki reyndar hægt að horfa á hafsettinni og Ía Besti vinur Erling Haaland Shit maður okay. þetta besti vinur Erling Haaland? Ég heyrði það einhvers staðar, ég held það sér rétt Þetta móli líka Nei, það var einn góður hann í blikanum sem kom inn á Hvað heitir hann? Dagur Fjallstedt Sonur höfðingjans Fínt ekki á hann sjátt, hann var geðugur Vá, hann var góður Já, kanten Alveg finess sko Já, saman á því Fá hann að starta Já, rétt Þetta alveg sjátt Já Ákall Ég vissi ekkert hver þetta væri þannig að ég var mjög impressed sko. Hann var góður sko Já, hann var mjög góður Það komið að næsta lið þáttarins og hann að sjálfsögði í boði bónus Má ég ræða eitt? Já, gjörðu svo vel Klára þú bónus fyrst? Ég ætlaði nú bara aðeins að því að komið sumar
og Bónus eru með auðvitað eru þeir með besta hummusið og þeir eru með alls konar, þeir eru með bestu samlokunar en þeir eru líka með besta grillkjötið. Bónus náttúrulega með þeir í grillvislinu og besta verðið, ég það nú vart að taka það fram en það staðan. Gjör svo vel. Ég ætlaði kannski aðeins að ræða eitt sem nú þú náttúrulega bara eins og við erum búin að tala á fyrir þættinum, búin að fórna miklu. Ertu þetta leikmaður Bayern að spila með Bayern og svona láni? Sko, mér langar að spyrja í fyrsta lagi og þetta bara frekar djúspurning og það bara allt í góð með það. Í fyrsta lagi, hvernig eru launin hjá atvinnumönnum í kvennabolta og í öðru lagi, þú veist það, því að við vitum að þau eru lægri heldur en gengur að gerist í karlaboltanum og finnst þér ekki einhverju leiti bara ósanngjarnt samanborið við að þú ert ekki að leggja minni vinnu heldur en strákarnir sem dæmi? Jú, bara þetta náttúrulega galinn peningu kalla megin. Ég örugglega að fá svona 1% af laununum hjá Granit og þessum gæjum en þú veist þetta svona alveg fín laun núna, þetta mun skárra en þetta var kvennaboltinn að stækka en maður getur ekki borið þetta saman sko. Nei. Þetta maður væri alveg til í svona 5% af þeirra launum sko. Já, en þetta ekki smá ég veit að þú ert náttúrulega ekki hlutlaus en þú veist, þetta smá ósanngjarnt, því eins og ég segi, þú ert að leggja jafnmikla fórnir og allir henni kallarnir og þetta leiðilegt, hvernig þetta Já, bara, maður leggur alveg hart að sér hvað ekki meira út og maður ekki með jafn mikinn laun en svo, eru þeir náttúrulega að fá mun fleiri á leikina og svona það eru algjör, að ég skil alveg þessa punkta sem eru komið með en þetta of mikill munur á milli og vonandi verður þetta betra í framtíðinni. Já, og svo kannski annað þessu til að slúta þessu sem líka, þú veist að við erum alltaf að pönkast að tala þetta kallalandslið og komist við á stórmót og ná við aftur 2016-2018 hefðunum, svo kemst kvennalandslið okkur á stórmót eftir stórmót og erum ekkert að pæla í því sko, þú veist það svona og það þurfa að spila samt oft góð sko, það myndaði til dæmis hörkustemning í kringum EM 2022 Já, en ég bara eins og Glóðs Perla talaði í viðtali hjá Heilinum daginn, hún sagði bara, þú veist, við höfum aldrei spilað fyrir fram fullan Laugardalsvöll og sendist ég einn líka, þú veist, þannig að þú veist að þetta skrítið. Ertu ekki sammála með það? Jú, þetta vantar smá respekt á okkur og maður sér líka bara eins og EM núna, þú veist, það eru moment sem svona kannski þeir hefði geta gert betur en svona sjálfsmörk og svoleiðis sem maður hefði verið tekin á lífi sem kona Nákvæmlega. Þannig að það kannski svona aðeins öðruvísi viðhorf en ég hef trú á því að þetta sé að stækka og kynslóðan eftir okkur verður mun heppnari við. Já. Þannig að þú ert að upplifa að þetta að verða betra eða skárra eða betra. Já, maður finnur það bara eins og hjá Bayern. Ég kom á tíma þar sem þetta var kannski meira uppgótast og núna í dag ég held að maður finnur ekki mikið mun á kalla á kvennaliðinu hvað var það aðstöðu og svoleið sko. Það þessi peningur auðvitað en eins og aðstöður annað og tækifæri bara mjög jaft sko. Þannig Bayern frábært félag hvað var þetta sko. Já, frábært. Já, það mjög gott og það var líka, mann fyrir ekkert svo mörgum árum að það var ákall innan kvennahreyfingarinnar bara, þú veist, ekki bara launin heldur, bara aðstæðan og umbúnaður utanumhald í kringum mótin var bara langt fyrir neðan þann standard sem við viljum sjá. Sko, minnst líka áhugavert sem hún nefnir, að því við erum að tala prósentur hérna, þú veist, og hvað kallarnir eru með raunverulega mikinn pening, þú veist, bara fram úr öllum velsæmismörkum, það ætti ekki að vera neitt mál, þú veist, 2%, 3% af kallalögnum sko, myndi gera bara breyta öllu. Ég sem leikmaður Búndislíkunar að fá minni laun heldur en kærasta minn sem utan 3 leikmaður hjá Bayern. Skilur það? Sem náttúrulega bara ekki eðlilegt sko. Bara mun verri laun sko. Með fullir vinningu verið kærastanæðinum. Hann mun elska að fá sjátt í podcastinu en þetta bara gali skilur, þetta
það þarf engin svona mikinn pening eins og þeir eru að fá sko. Þannig... Og eins og Karolína segir, þú veist, það enginn að biðja kannski, þú veist, auðvitað átt að fólk sjá því að það bara mismunandi ásvöngna leiki og svo framvegis, en það hlýtur að vera hægt að gera betur eins og staðan í dag sko. Já, en aðalega þetta, þú veist, aðstæðan við biðjum sömu tækifæri, sömu aðstöðu, við erum ekki að biðja sama pening, það enginn að biðja sama pening og hérna þeir eru að fá, þetta aðalega aðstæðan og tækifærin sko. Klárt, vel svara. Ekki spurning, frumeri og það einföld skilaboð frá þeim. Þau hefur ekkert breyst frá því í senast þetta, allir með 6 í endastaf. Nei, það júní og þá það bara 6 í endastaf og allir að drífa sig í skoðun. Eins og skot. Við vorum að heyra að það blómstrar alltaf frumeri. Ég heyri eina sorgarsögu. Já. Ég heyrði af einu sem með 5 í endastaf, fekk sekt 15.000 kall. Ekki segja mér þetta. Ég sagði, þú getur nú bara sjálfur kennt þarna. Hvað er þetta? En við vorum að tala Glow On, frábært nickname by the way. Glow og Sess og bara... Já, Karó. Og Karó. Karó, já. Við skrítið að vera kallið Karolína sko. Já, ok, já. Nei, mér finnst samt grillað að ég sem ég aldrei hitt Karolínu var að kalla einhverju nickname, skilur. Já, sko. Þú mætti mögulega gera. Hann var að kalla Musiala Musi. Það er bara mjög skrítið, skilur. Ég fannst það mjög skrítið. Þessu, bara Musi. Myndi ég klippi kyrfið á hann líka, sko. Musi, já. Ég er náttúrulega kallið Vinni úti, sko. Ég ætlaði að spyrja út í það. Hvaðan kom það? Herru, ég kem í bæinn og hérna, það er semst Karó Símon sem er vinstri bakurur, Lína Magúl sem er miðjumaður og Lea Schüller. Þannig að Karolína og Lea er bara, það var ekki séns. Þannig, já, Vinni er komið frá Vilhjálmsdóttir og það festist bara eftir viku og ég bara tók það yfir í Leverkusen líka og er bara þekkt sem Vinni í Þýskalandi. Magnu til að Karó, Lea og Vil allt verið tekið. Já, en hérna Glow var að stýra ykkur eins og FIFA-kvöldum. Það var að spyrja hvort þið spilir FIFA. Já, það er fyrsta spurning. Ekki neitt sko. Nei. En sko það var nú ekki aðal spurningi því að Karolína á næst hæst reytaði FIFA-kort af öllum Íslendingum. Já. Hver var hæsta? Þegar ég var að skoða þetta þá hélt ég í smástund að þetta var hæsta. Þetta er rugglað bil sko. Bútvar. Já. En 87 rating hvorki meirni minna. Future Stars gat nú verið að Gylfi frendi ætti 1.89 rated. Í alvörunni? En við höfum nægan tíma til að bæta það. Sko áður nú kom kannski aðeins betur að þínu uppáhaldskorti Future Stars. Þá förum við í kortið í dag. Við ætlum að láta þið giska. Okay. Það komnir á TikTok. Hvetjum allir til að skoða Instagramið okkar og TikTok. Það er hitið það. Það er hitið það. Þetta er TikTok velliður. Þetta er kortið í dag, já. Ef við byrjum á Pace. Þeir ofmeta mig svo mikið í Pace-inu sko. Ég er Gylfi Sigspeed. Ég er ekki röð. Ég segi að þeir ofmeta mig og ég sé eitthvað 81. Settu í 76. Nú, ok. Ok, í Future Star er ég bara 90 eða eitthvað sko. Já, í Pace. Þetta er eitthvað rugglaðast að hvort sem ég sé þér. Þegar maður var að spila FIFA 2012 það er hálf vandræðilegt að fólk sé sko að sjá þetta og svo sjá mig í real life. Það er bara eins og einhver sníl. Þannig, ok, ég er sátt með hvað, 76? Já. Ok, tek því. Shooting. Og ég vil fá sko það sem heldur að FIFA setja og það sem að ætti að vera. Ok. 81. Ok, þeir settu 65 á þig. Fóru illa með þið þar? Kallt er það. Þá er 81. Ok, ég er að hugsa hitt kortið sko. Já. Ok, 77. Downplaya það svona. Passing. Herri, þá er verið að fara eitthvað vel neðarlega. 10. 15. 69. 77. Nú, ok. Passing betur en skot. Það er rangt eða hvað? Þú ert samt góð í báðu. Ég er náttúrulega betri því heldur en Pace nokkuð tíma sko. Ok. Dribbling. 65. 75. Nú. Bang. Já. Bang. Hvað hefur verið rétt þar? Þetta er hár rétt. Þetta er bara spot on. Defending og physical. Þetta eru stats sem skiptir ekki máli fyrir Gómana.
Sko, ég leina á mér, ég og þú hafa það kósi, já. Ég hleyp mikið, sko. En ég kannski þarf aðeins að bæta varnavinnuna, en ég reyni. Já, ég meina, með landsliðinu þá þarftu samt að sinna hellings varnavinnu. Það náttúrulega, þú veist bara afhausið að þú ert ekki að hlaupa, sko. Já. Ég giska á hvað er ekki 40? 40, já, 51 í defending og 69 í physical. Ok. Já. Ekki alltaf sókna með bara með 20 í defending? Jó, þá alltaf eru hlundfarnir þar, sko. Þetta hárrétt. Steini, færðu hárblósarann frá honum eða hefur þú fengið hárblósarann frá honum í landsliðinu? Nei, hann er ekkert mikið að öskra eitthvað en við erum smá svona, við erum sérstaklega samband. Ef hann myndi öskra ykkur þá það örugglega ég, sko. Það er svolítið, já. Þeir eru góðu vinir. Ég vona að sé ekki hlusta og taka þessu persónulega, en ég man bara úr síðasta leik hérna á móti Austurríki þá er semst við eigum aukaspinnu eða eitthvað og það var horfðu leikinn á móti Austurríki sáðu vindinn ískalt og vindur. Ég sá þetta. Það var 30 metrar á sekúndu eða eitthvað og boltinn kemur eða svona bara tilbaka og ég teka niður og fæ náttúrulega bara hjörðina á mig og og já, það teki á mig boltan og þetta er náttúrulega fyrsta sem maður læri bara í fótbolta að maður á ekki að taka boltan niður maður á bara að koma sér aftur í pakkan og hann öskra á mig hann inn í vellinum og ég bara gefa hann puttan bara já, sorry, það kom ekkert upp úr þessu og svo inn í hálfleiki í klefanum þá sagði hann fyrir framan alla bara Karó, þú gerir þetta aftur, tekið út af og ég bara þannig að þegar hann skamma mann að hlusta maður, sko. Já, þetta var múli, þetta var skemmtilegt. Já, skemmtilegt. Og en þú veist, ég átti alveg skila að fá smá blásara þannig, sko. Já. Þannig sem leiðir okkur í næsta lið sem er El Toro og ég ætla að láta ykkur tvö keppa. Ok. Og þetta ég ætla ekki að segja strax hvað það er en þetta í bóði Kemi.is ekki velja bara eitthvað, veldu boss langbestur afgemalandsins hjá Kemi Kemi.is, Fungvars 10 og ef þið vantar eitthvað sem við kemur bílnum þá þeir ekki nema 18.000 vörunúmer og þau eru hvert öðru betra en ef þú sprungna bílrúð eins og ég þá er það Pólsen og þeir ætla að vera með og við leifum Karolín að byrja og þið svissi bara á milli og það er sá sem að blankar á undan ég veit ekki hvað að gera. Þetta er semst þarna ég nefni þýsklið og þið að henda á milli þannig til að annarkvort tapar þegar maður er þýsklið og þú, nei, við nefnum þið já. Okay. Og Karolín byrjar bæinn minn hérna bæ Leverkusen Essen Duisburg Frankfurt Freiburg Wolfsburg vá, hvað er eftir undir pressu Hertha Berlin hvað var ég að spila mótið þannig Mainz Union Berlin Hamburg 864 München rétt 64 nei, það er ekki rétt hvað er það? Sko, það er 1860 München og Barriello ok þarna Regensburg já, rétt ertu með þetta fyrir fram? Ertu með þetta allt? Sæll en ég er með 1860 München FCM Magdeburg Leipzig já, við áttum það inni ég er á gulu, sko Brekku strax maður já, ég var að segja Hannover já, rétt Hoffenheim rétt Hamburg ég var búin að segja Hamburg það vantaði bara Dortmund til dæmi ég þorði ekki að segja því ég var á gulu en ég hugsaði þetta var flott Karolína Sigurveri í El Toro og segið svo, ég veit ekki neitt fótbolta Herri þið að pakka samanleifsari ég var farin að nefna einhverja bæið Regensburg ég verði að fact-checka það, varstu með það? Já, Jan Regensburg, sjálfsögð já 1864 minn hérna bættið ykkur 4 árum
Hefur fengið einhver rauðspjöld? Aldrei? Nei, hefur séð mér spila hópla? Já, en þú veist, hvernig getur svona mikil keppniskona ekki fengið rauðspjöld? Verður ekki trillt í leik eða? Nei, ég fengi ykkur gul en það hefur aldrei ykkur æst með það mikið upp og ég fengi rauð sko. Þú veist, þið langaði ekkert að taka síðan skallan á Vendir Renard þannig þegar hún hrinti þér? Nei, þetta var ég náði ekki upp, hún svo stór ég þurfti að hoppa Nei, ég rosa róleg inn á vellinum Það einn hérna samningur við Nike, hvernig virkar hann? Bara hann virkar mjög vel fæ föt og hérna og skó sko. Vantar ykkur föt Nei, þeir höfðu bara samband hana fyrir EM og ég mikil Nike-kona þannig að ég er mjög ána Sko, við erum að detta í riddarspurningarnar og við grínumst oft með það Birkir að spurningunum hafi ringt inn Já En ég er ekki að grínast, ég hef aldrei séð annað eins og þetta var eiginlega aðdraganda þessa þáttar, það bara að gjörsamlega fyrstist allt, það trilltist allt. Er þetta ekki alltaf einhver fjölskyldumeðlimir? Nei, það voru eiginlega mest einhverju þjóðverjar. Mikið þjóðverjar, já, okay. líka mikið af íslenskum stelpum, ungum, efnilegum. Okay. Sjáttu þeirra, mjög vel gert. Já, en hérna, sko, af því að það er svona mikill áhuga á þér, gríðarleg fyrirmynd, sko, Ertu að gera mikið af samningum þarna úti? Þú ert náttúrulega með ónefndan stað sem við tölum ekki hér, við tölum Subway og Búluna. Hvernig er það með svona sponsordíla? Ekki eins og sko. Maður hefur fengið eitthvað skilaboð en þú veist, maður vill bara velja þá eitthvað sem er alvöru. Þýskan þarf kannski að verða aðeins betri þannig að maður fá eitthvað góðan díl þar sko. Já. En ekki eins og Nei. Ljómandi gott sko, fyrsta spurningin frá henni Margréti Völu hérna í kvöld og riddarspurningar er bóðið náttúrulega Ellingsen og Mason Westman Já, ekki spurning Ég er í duggara og Mason Westman er með besta vinn í bænum Það er bara staðan Er það rétt að þú flyttir alls konar dót með þér frá Íslandi til Þýskalands samber hleðslu, piparost og fyrtaost Já, ég tek með mér hleðslu piparost fyrir piparost og pasta og þau hlæja mér út að þau segja að þetta sé til Þýskalandi en ég hef aldrei fundið þetta svo tekum maður eitthvað nammi, lakkrís hvað tekum maður meira kannski harðfisk ef maður er á penning þetta er ekkert eðlilega dýrt það er þetta dýrt hobby sko. Já, það er svona kannski það helsta og svo er liðið mitt æst í þrista þannig að ég þarf alltaf að taka með þrista heim Já, þristurinn er þetta vel góður sko. Trúið því vel Alveg flottur Sko, já, ég lifði nokkrum fáránlegum að slæta með að það voru svo margar og svo þurftur að setja stoppir á þetta Já, en þú veist, mér langar samt líka að sína hvað komið ekki að Þetta voru svona, ég er ekki að íkja núna þetta voru svona 700 spurningar Já, ég sendi sko og margar voru svona, ég ætla ekki að þú veist, fólk getur bara hringt í mig Ég sendi þér screen recording og það voru 20 sekundur að mér að skrolla niður ég hef bara aldrei séð svona Nei, og margar voru skrítnar en margar góðar Já. Eins og skrítnar How big is your biceps? Spyr Bishalom Very small Já, þessi var góð Welche Stadt ist die schönste? München oder Leverkusen og þarna verður vel að fá þýskuna sko. München ist die schönste Já Svo lost Nákvæmlega Það er alveg ljóst að þú ert mikið fan favorite eins og komum inn á Hvernig ertu eitthvað stoppuð utan vallar í bænum? Í Leverkusen? Já. Ekki neitt sko. Nei. Kannski eitthvað ef maður er að kalla leikjum en annars er maður ekkert stoppaður sko. Hvernig byrjuði þetta í Leverkusen? Er þetta þriggja þeim byrjusús? 300-500? Með sundleik. Er það ekki það? Jú. Já, lægilegt. Nei, maður er bara í ykkur kósi íbúð sko. Já, ok. 15 mínútur frá hérna æfingasvæðinu mjög nálægt, mjög næs Tím Karolína Lea spyr
hefur treyjunúmerið 18 einhverja sérstaka þýðingu fyrir þig? Nei bara ekki neitt ég ætlaði að ná 10 og fyrsta daginn þar sem þjálfarinn kemur þá til mín og segir já, þú ert númer 18 ég bara, ok sagði ekki neitt Besti leikmaður í sögu íslenska kvenlandsliðs? Náttúrulega Gló, Sara og Margrét Lára fá mitt sjátt Já, verður vel eina því miður Ég segi Gló Já, þetta með hún er mjög sérstakur leikmaður og hún er ekki hætt sko. Nei, kalla megin Gíski Hvaða frendið þín? Það er lögfræðingurinn Já Hvað færðu þér í Bræðaref? Spyr Ragga Ég fæ mér bara eitt hvað fær þig? Hvað fær þú þér? Ég fæ mér luxustífu Já og kannski hokkipölur og svo jarðabær Já, laglegt eða eitthvað, ég veit það ekki Þú ert ekkert mikið í Bræðarefnum? Jú, ég elska Bræðaref, ég bara Hún er blankur núna Setta punktinn Ég hef ekkert farið síðan ég kom til Íslands ég var eiginlega að fá mér einn á eftir Sko aftur, þetta er aðsett sko. Ég mér er það skemmtilegt Hver gerir Það er eftir dark þetta sko Já, og líka bara mjög mikið fyrir dark mikið ungum efnilegum Hver gerir fléttunar í því fyrir landsleiki? Spyr Ragga Hún Guðný Átna Hún er unreal í fréttunum sko. Er það? Ruglið sko. En Sveindís er líka hreikjarlega góðið Já En ég er alveg skelfileg, ég geti þess vegna spila ég ekki með fléttur úti sko. Það kann enginn að gera það úti Það er eitthvað íslenskt held ég Er enginn að vinna með fléttunar að úti? Bara enginn kann þetta sko. Þetta er þjóðverðin, hann kann þetta ekki sko. Nei Sko við töluðum aðeins að þú hefur verið áhugasum að færa þig yfir til Englands á sín tíma Ásgeir spyr kemur til greina á einhverjum tímapunkti að fara sér til Englands og bendur á að það sé virðist vera mikill vöxtur þar Já, það er held ég svona eins og ég segi, kannski mitt markmið í framtíðina að koma með þangað mikill vöxtur og leikmennir eru mjög stórir þannig já, það er mitt markmið að koma með þangað Eitthvað lið sem myndi vilja spila fyrir meira en annað? Pabbi heldur með Liverpool Já Hann er kannski þangað Chelsea er samt góður í kannaboltarinn Chelsea er náttúrulega svolítið stórt þannig maður þarf að byrja aðeins í minna Já, ég byrja aðeins í Liverpool byrja aðeins í litaboltarinn Já, samfélag því Blúmen Kólja, hann spyr hver er þinn uppáhaldsleikmaður í kannaboltarinn í dag? Það er Bon Mati Hún er ógeðslega góð Já, þetta er svona mikið að þekktu nöfnum sem verður að spyrja hérna í kvöld Seppa Sorti Hvað er það spurninga komur? Barcelona eða Real Madrid Í hvenna að kalla? Bæði betra Þið vilja ég segja Real en ég ætla að segja Barca Systir mín býr í Barcelona og ég elska þessa borg Já, þetta er frábær borg sko Þú er liðin Ég nenni ekki tala fótbolta Ertu með einhverja skemmtilega hjátrú fyrir leiki, spyr Leifur? Þessi Leifur? Já Já, stendur allavega Leifur Ég ég var með fullt maður var þegar maður var á Íslandi og gæti einhvern veginn stjórna öllu þá var maður að borða það sama ligguðu bara að fara klóstið á saman tíma sko. En núna úti í þú ert bara eitthvað staðar í away games og það er erfitt að hafa eitthvað svona hjátrú Ekkert eitthvað vinstri sokkurinn og undan hægri? Nei, ekki neitt sko. Nei, okay. Ég hef alveg passað mig að verða ekkert þannig sko. Nei, ég held ég bara sniðut Ef þú þurftir að búa í einni borg það sem eftir aðeinar, hvaða borg væri það? Spyr Andri Freyr Það er ekki bara í Hafnarfirði það? Jó, hvað með hvort Eða Barcelona, mér er Barcelona Já, Barcelona hljóma betur Stærsti leikur með félagslið og landslið spyr Baldur Bóns Það var held ég bara fyrsti leikur á EM sko.
bara tilfinningin að koma inn á þennan völl. Við vorum á akademíusvæðinu hjá Man City. Fínt. Held ég. Já. Og það var sturlað völlur. Vá, hann var eitt smá flottur. Já. Og bara geggjuð tilfinning og maður var einhvern veginn búin að vinna þessu mómenti, sko. Já. Guðfinna Ósdóttir spyr leiðilegasti leikmaður sem mætti á velli? Það er Sú franska? Nei, þið eru alveg ekki þetta moment, sko. Ég ætla að segja Steini í fótboltakólfi. Já, ok, áhugavert. Nei, ég held að sé Georgia Stanway á æfingum. Já, hún er óþolandi, sko. Hún er alvöru. Já. Ekki láta mig byrja. Five-a-side-lið þeir best sem hún spila með. Þessi er góð. Vá, þessi er erfið. Með markmenni eða... Já. Ok. Þú ræður, já. Já, eða svíper, sko, getur alveg gert það hann. Þá segi ég Sessi marki. Glow. 2. Íslenskt eða... Nei, má vera hvað sem er, sko. Ok, við höfum þetta íslenskt. Íslenskt, já, takk. Alex. Svo tökum Hvað er viðbót? Við tökum þá Dagný. Já, þú veist að vera marga brjálaðar. Ég veit það. Já, bara til að minna á það. Og Einu viðbót. Frammi. Ég verð að gefa Berglindi Björk sjátt. Já, Berglind Björk er í strækjum. En það eru marga sem fá að vera á bekk. Já, já. Selma Sól. Já, það gefur sér til þetta. Ég var að sé. Besti samningur á ferlinum? Spyr Breki Jóels. Þessi í dag. Já, þú ert með þetta hérna. Svo bara klárar þetta. Já, þess að sko þessi spurning er frá Margréti Völu. Já. Sem er systirina ekki? Jú. Sem er búin að vera með svona 17 spurningar í þáttinu. Önnur spurningin hennar í kvöld. Þið þurfum að skýra þáttum bara Margrét var. Já. Hefur alltaf bara að fá okkur saman, sko. Já. Okkur ekki fagna jafn mikið og íkt og stráka megin og svo fylgir sérstætt trós fyrir nýsleitt fagna og Þetta er náttúrulega ekki hún, þetta er kærastinn hennar að spyrja. Já, meina það? Já. Okkur konur fagna ekki jafn mikið, meinar það? Hún er að spyrja, ég hef ekki pælt í þessu, sko, en þetta er góð spurning, sko. Ég veit það ekki, þetta er smá, maður er eitthvað svo, þetta er eitthvað svona innlægt gleði hjá konum, meðan kallar eitthvað svona, reyna að vera eitthvað cool, banna að brosa. Já. Þetta er mjög, þetta er áhugaður spurning hjá Mögg. Ég trú ekki að hún hafi spurt. Hvernig er stemmingin eins og bara tökum sér þetta Bayern leikir, Leverkusen leikir, hvað eru margir að mæta völlin og er steppuð? Þetta er ekki nógu gott. Nei, hvað er á tala? Bayern er með félagi Bayern hann úti er bara það stærsta sem stærsta félagið. Þeir eru með fans allstaðar, þú veist. Ofta ef við vorum í útileikjum þá vorum við með fleiri fans en mættu þegar vorum að spila í München. Ok, ekki. Þannig, þetta er náttúrulega bara svo sjúklega stórt merki. En Leverkusen má alveg gera sig í brók, sko. Já. Þegar kallarnir voru ekki að vinna allt, þá voru ekki margir að mæta þeirra leiki, sko. Þannig... Þetta er svona smá momentum. Já. Maður þarf að fá fleira leiki þar, en þetta er eitthvað, ég held að Bayern sé með 2500 eða eitthvað. Finnst manni kannski er þetta erfið að leiðilega spurning, en ég ætla að spyrja það því að þú ert hérna í þættinum hjá okkur. Er leiðilegt, aftur við tölum á honum kassið, þú veist, en er leiðilegt þegar maður er að leggja á sig og er að spila á hæsta mögulega leveli og það er ekki fleiri í stúkunni en maður kannski myndi vilja sjá? Já, þetta, þú veist, maður fær bara svona þegar, maður er að keppa við
Essen og það eru, þú veist 100 í stúkunni eða eitthvað skilur en bara svo eru keppandi F í gamla daga já, þú veist, maður bara smá skamma sín en svo þú veist Leverkusen ekkert það búi ekkert margir þarna og hvað þá að mæta á ekkert svona leik en en það engar ástæður og við eigum fans sem eiga bara að drulla sér að mæta sko. Rétt, ákall til þeirra vel svara kannski, já, Eiríkur spyr fylgistu vel með íslenska boltan? Nei. Ég hef hort á held ég svona 3 leiki á Val í sumar og svo núna Breiðablik þannig ég alveg til skammar sko. Já. Hverju verða Íslandsmeistarar kalla og hvenna megin? Hvenna megin Blix Töpur fucking Víking Nú var ég að segja Valur kalla megin Já, vá pólitík í þessu svari Nei, þeir fara að rífa sig í gang vörnin þar að hætta að leka og þá klikkar þetta sko Já. Á góða nátt, ekki klikka á góða Gilur sig elskaði en kvíldu aðeins meira ekki spila alla þessa leiki Það satt sko eitt að spila móti Manchester United og annar spila móti Vestra Já, við segðu sko Nei, málið að með þessi meiðsli sko, hann náttúrulega bara hann að meiðast meira núna heldur en í 15 ári í Premier League sko Af hverju þetta bara að því hann búin að vera ekki búin að spila í 2-3 ári? Þetta held ég bara þessir hörðu gerðugarsvelli sko Eða það málega? Ég held það Já, ég var að pæla þú veist, fínt að taka þetta eins Ég held kannski að Valur væri bara að fara að sparlega með hann eða eitthvað en hann alveg, hvernig hann í skróknum? Já, hann vil spila alla leiki sko Ég var eitthvað að djóka í hann og sagði hvað ástu bara að feika meðsli en þú þurftir ekki að vera í Ísafjörð Hann sagði nei, hann með þessi bakmeðsli núna út af þessum öllum og hann fór aðeins og hratt á stað eftir að hann mittist þannig illa í bakinu og hann sagðist hafi viljað að fara til Ísafjarðar og hann myndi aldrei ljúga mér Það líka eins og Leifur segir, skilur, það aðeins annað að spila Old Trafford og spila á einhverju gerðugarsvelli með fulli virðingu fyrir bestöldinni sko. Þetta glænýr gerðugarsvöllur en kannski aðeins annað Seinasta riddarspurningin Birkir ámtökur hraðarspurningarnar Já, ég tek þær Það herbergisfélag í landsliðinu spyrir Tási Drauma Það Alessandra besta vinkonum mín Hefði hún hent þér í hundakofan ef þú ekki valið hana í 5 sæt þú gist á ganginu þá Nei, hún vannmetin leikmaður sko hún fær ekki mikið preis hún á að fá sko frábær leikmaður og það að koma í þetta podcast Já, ekki spurning Já, það aðspurningar og þetta búið frábært kvöld Karolín Bostan segir svo hetja fyrsta spurning besti leikmaður sem þú spila með Þú ætti að velja eina Ég ætla að setja á George Stanway Hún svo stæst líka uppáhaldsdrykkur Nokko okay. Minni bútvar uppáhaldsstaður í heiminum Það ég búin að segja Barcelona svo oft það það að mun Já Hefurðu kastað frá spilum eftir að tapa þetta? Já Guilty Aðal hobby fyrir utan fótboltan? Þessi góð Ég vildi að vera með eitthvað maður fótboltin bara Þá skilja að þú sért ekkert mikið að nenn að horfa á hann sko. Ef þú ert svona mikið að hugsa sko. Ég náttúrulega samfélagsmiðl svo gáði síðan líka Það það gleymist Já, maður bara eitthvað að borða með vinkonunum og eitthvað að chilla með þeim sko. Erst þú eini atvinnumaður í heiminum sem að ert ekki í golfi? Ég fóð nú útskrift í gær og ég fekk þessa spurningu bara 25 sinnum líka við
Ég ekki í golfi út af ég fór í golf og var ekkert eðlilega léleg þannig ég nenni ekki að leggja á mig að verða góð. Nei. Þú varst alveg að komast í gegnum alveg langan kafla sem getur ekki neitt. Ég nenni ég bara ekki sko. En ég satt ekki smá glatað aftur, ég komin aftur á sama punkti ég var að tala við Karolínu fyrir hálftíma síðan að þurfa að vera í auka starfi þegar þú ert samningsbundin FC Bayern. Auka starfi? Sem samfélagsmiðla. Já, bara hvað er þetta að meina? Jú, það það sem ert að kukka þetta skora eða assist? Skora túr á togar eða strandaði bát? Hvorugt, já, frábært svar. Kaffi eða síkó? Kaffi. Uppáhalds matur? Pizza. Íslenska geitin, bestur allar tíma, kvenna og kalla. Voru ekki búin að taka þess að? Kom með kvenna, voru að koma með kalla? Ég sagði giski. Já, ég mitt, já. Ok, þá voru komið það. Mér langar að skjóta einninni, þannig að sér eftir í eldhúsinu. Lasagna. Ertu duglega að elda þarna? Ég þarf náttúrulega bara að vera dugleg. Ég mikið að elda með vinkonum mínu úti. Þannig við erum mikið að prófa okkar nýtt og svoleiðis. En ég elda mjög gott lasagna. Ok. Spennandi. Uppáhalds takkaskór? Nike. Já, sure. Anna Nike. Nike-arnir? Já. Mercurial? Já. Uppáhalds tísku eða fatamerki? Ég ekki eins og kallanir í Louis Göllanum, sko. Nei. Ég bara í Nike og Söri, sko. Já. En ég á Prata sólgleru, ég set Prata. Já. Uppáhalds mark á ferðinu? Ég held ég verða að taka ný slætið. Já, eðlilega. Heimskulegasta fjárfesting sem við gert? Ég ekki mikið í þeim. Nei. Hvað á ég að segja? Hvernig hefur eitthvað eitt pening og bara vá, þetta geta farið eitthvað miklu betra? Ég minn eini, hvað er ykkar? Ég hef svo mörg, sko. Ég keypti mér einhverja eyrnalokk daginn og þeir voru hræðilegir á mér. Segjum þá. Frábært svar. Erfiðasti varnarmaður sem spila á móti? Hvað með í vasanum? Kannski ekki alveg vasanum, en Lena Obedor verið ógeðslega erfið að spila á móti. Já. Þannig að djúpi miðurmaðurinn í þýska landsliðinu. Hún er eins og eitthvað tröll, sko. Já. Veitu, hvar spilar hún? Hún var að skipta frá Wolfsburg yfir í Bayern. Já, þægilegt. Þannig, já. Syngja eða tralla? Tralla. Allt nefn að syngja, var það svarið það? Já. Reggaeton eða þýsk tónlist? Ég skil ekki eins og spurningu. Ég veit að þessi er með þýskan playlista, sko. Ég segi þýsk tónlist. Já, það er lett. Hver er skemmtilegastur í klefa sem við erum með á ferðlinum? Skemmtilegust, sorry. Ég ætla að segja Karó Simon í Bayern eða Olla er líka mjög skemmtileg í landsliðinu. Já. Hvað lag er Karó að hlusta á þessa dagana? Það var mikið spilað eitthvað spænst þarna úti. Já. Hvað er ég að hlusta á? Ég er að hlusta á eitthvað. Ég elska Frikadór. Ok. Já. Það er okkar maður. Já, það er okkar maður. Já, sjáttandu hann. Já, hann á skilisjátt. Besti þjálfari, næsta spurning fyrir lokaspurninguna. Besti þjálfari sem var haft á ferðlinum, félagslið og landslið? Náttúrulega ólst upp bara með þjálfara, by my side alltaf. Pabbi kannski á svona mest í mér sem pabbi minn en líka sem leikmaður, en ég var með náttúrulega Steina, ég var með Jörund Áka, ég var með fullt af frábærum
þjálfurum en ég gef pappa þetta. Já, já, ok. Hvað má ekki segja pappa? Jú, einn erlendur fyrir mig, takk. Já. Skásti þýski þjálfari sem við haft? Ég ætla að setja þetta þá á Alexander Strauss bara, sem núverandi þjálfari Bayern, þótt að ég hef ekki spilað mikið hjá honum, þá finnst mér ég sé að hann sé góður þjálfari, sko. Já. Kannski, ef ég var að skjóta inn í, hver svona besti þjálfari kvenna í heiminum í dag? Veistu það? Ég held að sé að Barcelona gæinn. Já. Barcelona gæinn. Veit að hvað neytir. Hann svona dvergsæs, pínu lítill en góður að drilla. Já, mjög góður að drilla. Já. Síðast spurningin, eitt ráð til ungra knattspyrnu kvenna? Bara trúa á sjálfan sig og setja sjálfan sig í fyrsta sæti og færa fórnir, sleppa brúðkaupum með það þarf. Karolína Lea, takk kærlega fyrir kvöldi, takk fyrir komuna. Takk fyrir það. Takk fyrir okkur.